Nýir samlokusímar frá Samsung. Nú með glæsilegum kaupauka. Tvöfalt geymslupláss og Galaxy Buds 4 Pro. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 28. ágúst. Sú harma fregn barst frá Oslo í morgun að Haraldur V Noregskonungur væri látinn. Hann andaðist á ríkisspítalanum í Oslo í morgunsárið. Við færum Norðmönnum okkar dýpstu samúðarkveðjur. Þetta eru frændur okkar og vinir. Einnig óskum við þeim heilla með nýjan konungsinn, Hákon VIII. Hann hefur tekið sér þetta merka nafn sem að vísar til langrar sögu Noregs. Við ætlum að ræða hér mörg mál í dag. Það er stór dagur framundan á morgun þegar þjóðaratkvæðagreiðsla mögulega aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu fer fram og það mun eðli málsins samkvæmt lita þáttina nokkru leyti. En áður en við hefjum það samtal mun Ingibjörg Davíðsdóttir fyrrverandi sendiherra og núverandi þingmaður Miðflokksins koma hingað til mín. Hún var sendiherra í Noregi áður en hún kom inn í pólitíkina. Hún hafði góð kynni af Haraldi og hinum nýja konungi og við ætlum að fara aðeins yfir stöðu mála í Noregi í kjölfar þessara tíðinda. Þeir mæta hingað líka í þáttinn til mín þeir Jón Júlíus Karlsson sem er mikill golfari og Logi Bergmann Eðsson félagi hans. Þeir halda út í hlaðvarpinu seinni 9. Við ætlum að fara yfir fréttir vikunnar og ræða golfa nokkru leyti. Þá ræða þau við mig hér Evrópusambandsmálin og baráttuna baki þau Björn Ingi Hrafnsson, starfsmaður Miðflokksins og Sólveig Anna Jónsdóttir sem formaður Eflingar. Þau hafa bæði tekið þátt í baráttunni, reyndar öðru megin borðsins, þau sem fara fyrir já til að sjá hreyfingunni. Þau vildu ekki mæta hér í þáttinn á þessari ögur stundu. Í lok þáttarins kemur síðan til mín góðu gestur sem lagði orði í belgi í gær nokkuð óvænt. Sjáið þetta frá Austurvelli. Ef þú ert óánægður með pólitíkusa þá lausnin ekki fleiri pólitíkusar. Ef þú ert óánægður með kerfi þá lausnin ekki meira kerfi. Lausnin að gera kröfur og það getum við gert hér heima. Því að ríkisstjórnin þarf ekkert að kíkja í pakkan. Ríkisstjórnin þarf að líta í spegil. Þetta Sigríður María Egilsdóttir. Hún var varaþingmaður Viðreisnar en henni hefur snúist hugur í þessu máli og mig langar til að rekja úr henni garnirna hér í lok þáttar það hvað olli þessum sinnaskiptum. Nú baráttan senn á enda. Það hafa mörg orð verið látin falla. Ég hef tekið hér fjölda viðtala við fólks úr ólíkum áttum. Því miður tókst ekki að fá utanríkisráðherrann á staðinn eins og óskaði verið eftir og ég hef tíundað hér þátt eftir þátt og heldur ekki forsætisráðherrann en það kom ekki að sök. Við höfum náð að upplýsa fólk með efnislegum hætti, ekki bara reyndar í Spursmálum heldur líka á mbl.is og í Morgunblaðinu. Við ekki sérstaka athygli ykkur á mjög forvitnilegri fréttaskýringu frá Andrisi Magnúsinni kollega mínum í blaðinu í dag. Það sem að fjallaði stofnanakerfi Evrópusambandsins og hvers við megum vænta í fjölda Íslendinga sem munu starfa við þetta kerfi. Það eru engar smá tölur, svo ég segi alveg eins og En við þurfum líka að finna leið til þess að sjatla þetta mál þegar að því kemur einhver hópur verður ósáttur en annar kampakátur. Já, við geti sigrað en það geti nei líka gert og sá hópur sem verður undir þarf að finna frið í sínu hjarta. Þeir sem sigra verða líka sína auðmýkt gagnvart því að einhverjir verða ekki sáttir við niðurstöðu mála. Aðal verkefni okkar allra auðvitað það að standa með Íslandi og Íslendingum og hvernig sem niðurstaðan verður. Þá munum við þurfa að halda áfram að byggja upp þetta öfluga, góða samfélag sem við eigum í sameiningu. Þar ágætt að minnast ummæla Hannesar Hafstein sem var fyrsti ráðherra Íslands árið 1904. Hann sagði á þessa leið verkefnið sem framundan Ef verði ég manni og veiti það sá sem vald hefur tíða og þjóða að eitthvað ég megni sem liðm á þér ljá þótt lítið ég hafa bjóða. Þá legg ég að föngum mitt lífið þitt mál hvert ljóðstaf, hvert blóðdropa, hjarta og sál. Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni.
Forsala hafin. Askja. Ekki láta loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Þegar 3/4 af dreyknuðinum blandaðu þá með því besta. Fívertré. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Stemningin í samfélaginu hefur verið alveg rafmögnuð síðustu daga. Wow! En það kannski sést langt best á herdúun á greið JP orkumáladúta sem hefur svoleiðis verið að hlaða í sig stuðinu. En það eina sem mögulega hræðir þjóðina þessa dagana einmitt þessi hárgreiðsla. Nei, maður segir nú bara svona. En talandi eftirtæktavert hár og kannski einhverja fleiri líkamsparta. Því í vikunni hvatti okkar allra besta Dolly Parton í hinsta sinn. Litla legendi sem hún var og já, auðvitað bara myndust þingmenn hennar með fallegum og virðingaverðum hætti á miðlunum og við segjum bara hvíldu í friði elsku Dolly. Svo fekk Þórunn Sveinbjarnardóttir góða heimsókn og innilegt faðmlag frá Russland, forseta þjóðþings Úkraínu, en ef maður vissi ekki betur, þá gæti þessi gæi bara verið bróður hans Begga Óla eða eitthvað, sjáu þið það? Shit, hvað þeir eru líkir. Diljá Mist deildi neikvæðum en mega cute skvísumyndum af sér á gremminu og það fer henni eiginlega bara svolítið vel eins og öllum öðrum reyndar að vera neikvæð gagnvart ESB-vegferðinni. Fjú, segir maður nú bara. Forsætisráðherra bauð í lýðræðisveislu á miðvikudag með Bergi Ebba og Bríeti og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta nú bara að fara að minna á gestalistan með Ingo Veðuguð, sko. Kristrún Frosta, Bergur Ebbi, Bríeti Ísis og Sleggjan Físisk og Stór Ebbi og lallalala. Kæru systur og kæru bræður, nú það þjóðin sem að ræður. Það var rosa stuð á Valkyrjónum, Toggu, Gunn og Kay Frost í lýðræðisfögnuðinum góða, en Inga var hvergi sjáanleg. Skrítið. En já, svo spurði Ingi Leif Toggu sína spjörunum úr og nú vitum við svo sannarlega hvað við eigum að kjósa eða ekki kjósa. Alveg bara öllu nær. Þessi vika hefur verið hlaðin veisluhöldum, ég meina það. Snúli Másson og Simmi Dabbi buðu í fullveldispartí og þar var alveg bara þokkalegt stuð, bara alveg fullt út úr dyrum. Eða kannski bara af því að það vildu allir ná myndum af sig með einhverjum heyrúlum sem voru þarna fyrir utan. En svo var náttúrulega þetta spáð í spilin þarna á Hótel Borg og svona. En eins og Simmi Dabbi segir, ef það verður nei, þá verður allt ókei. Ókei, það skilið? Ókei, takk. Stærsta afrek sjálfukóngsins í vikunni var það að hann hljóp 10 kílómetra í þágu góðgerðarmála í Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka síðustu helgi. Hann gat þá allavega ekki röflað verð á kaffibollum, eggjum eða pítsusneiðum út í heima á meðan. Hann ætti nú kannski bara að hlaupa eins meira. Guðlaugur Þór lét Pavel hins vegar heyra það í vikunni og ég sverða, ég fann bara svolítið til með Pavel. Meðvirknis sársökin, hann bara lét svolítið á sig kræla, ég verð að viðurkenna það. En ég að vinna í þessu með sálfræðingnum mínum. Dagga Konna velti fyrir sér hvort einhver hefði heyrt góð rök fyrir því að kjósa nei í atkvæðagreiðslunni og ég verð bara að fá að svara fyrir mig og stóran hluta þjóðarinnar að já, góðu rökin sem við höfum heyrt held ég bara fleiri og betri en hitt. Bara svona ef þú ert enn að velta þessari spurningu fyrir þér, elsku Dagga mín. Eitthvað sem Sigga Andersen getur ekki gert. Margfaldur meistari í lyftingum og svo slær hún líka skriljónfalda lengd sína í gólfi, í alvöru. Og það var einmitt það sem hún gerði í vikunni. Og hún svo bara á meðan hún að slá, sagðist hún alltaf að segja nei á morgun laugardag, no matter what. Það hefur ekki sést mikið til ég má ekki segja þetta undanfarið, en það breyttist í vikunni þegar hann lagði sitt af mörkum, sennilega beiðni Þorgerðar, ég veit það samt ekkert, að reyna að samfara þjóðina jáið. Hann bara eitthvað svo viðkunnalegur og cute, þannig að, já, hann fekk að vera með í þessari yfirferð. Sjáuð hann. It's alive! Já, Víðir Reynisson á lífi, krakkar.
thank God, sjálfan, sessi. Já, en hann alltaf eitthvað að hugsa yfir sunnudeginum og hvaða atburðar á sig eftir að fara í gang eftir helgi. Já, það bara spurning. Ég get ekki svarað henni. Getur ekki bara reynt að vera í núinu eða? Það eitthvað, dansaði mig, Þessi fyrir bassfæðin. Þetta hafi ekki heyrt þetta lag. En farið bara kjósið og keiri valli á kjörstað því að það eiginlega bannað að lenda í slysi eða eitthvað. Við þurfum bara að öll atkvæðin komist ofan í kassa. Ok, bye! Komið sæl að nýju. Sú harma fregn barst frá Osló í morgunsárið að Haraldur V Noregskonungur væri allur. Nýr konungur tekinn við, sonur hans Hákon ríkisarfi. Hann hefur tekið sér konungsnafnið Hákon VIII. Hingað komin til mín með skömmum fyrirvara Ingibjörg Davíðsdóttir. Hún þingmaður Miðflokksins en var áður sendiherra Íslands í Noregi. Ég ætla að ræða hérna við hana næstu mínúturnar það hvaða þýðingu þessi tíðindi hafa. Blessuð og sæll. Komdu sæll. Þetta eru mikil tíðindi fyrir norðmenn auðvitað ekki síst. Við sjáum það á fjölmiðlum, reyndar líka fjölmiðlum allan heim að þetta skekur heiminn. Já, þetta eru mikil tíðindi og mér langar hérna upp að vega að fá að votta norsku þjóðinni mína dýpstu samúð og konungsfjölskyldunni. Þetta hefur í sjálfu sér legið fyrir sennilega einhver tíma í hvað stemdi og ég sá það sjálf í gærmorgun af fregnum. Það var augljóst mál hvernig tilkynningar frá konungsfjölskyldunni tóku breytingum, urðu svona notuðu stærri orð heldur en vanalega gert, þannig að það var alveg augljóst mál í hvað stemdi í gær. Heilsu hans hrakaði hratt þarna síðustu sólarhring. Norska konungsfjölskyldan, hún spilar stórt og mikið hlutverk svona í meðal þjóðarinnar þarna. Getur útskýrt hvernig upplifun það er? Já, það er eiginlega í raun og veru einstakt að upplifa sem sendiherra Íslands, þáverandi sendiherra Íslands í Noregi og ég gerði það raunar enn. Bara þessi tíðindi að Haraldur Noregskonungur sé látin snerti mig djúpt og þá einhvern veginn svona finnur maður þessa djúpu virðingu sem maður ber og bar fyrir honum og fjölskylduna allri og þess vegna skilur maður hvað þetta er risastórt mál fyrir norsku þjóðina, eðlilega. Hann hefur verið sameiningatákn Noregs, konungsfjölskyldan öll mjög vinsæl og hann var alveg einstakur maður og honum einhvern veginn svona mín kynni af honum, ef ég má tala þau. Honum var í rauninni mjög umhugað að öllum liði vel í návist sinni. Hann var mjög alþýðlegur, hann var húmoristi og ofboðslega hlýr og góður maður. Hann ríkjandi þarna í 35 ár. Sonur merks konungs sömuleiðis, Ólafs V, 30 ára gamall þegar Noregur hertekinn af nasistum. Það ekki hægt að skoða sögu Noregs í raun á 20. öld öðruvísi en að horfa til hans og reynda þeirra feðga. Alveg hárrétt. Hann fer 30 ára gamall þegar Noregur hertekinn, í kjölfar þess, fer til Svíþjóðar, heldur síðan fara þau til Bandaríkjanna og eru þar í nokkur ár og hann kemur ekki aftur til Noregs fyrir hann 8 ára gamall. Þannig að þessi fjölskylda hefur reynt ýmislegt. Já. Nú reynir mjög þessu fjölskyldu en konungdæmið endurreist fyrir ekki svo löngu síðan. Þetta getum við sagt, ríflega 100 ára hefð, 120 ára hefð. Einhver hætta á að þegar svona stór og mikill maður á sviðinu hverfur á braut, þessi vandamál tengt fjölskyldunni sem við ætlum nú ekki að fjölyrða akkurat á þessum tímapunkti hafa skekið fjölskylduna, að það hrikti í þessum stóðum eða norska þjóðin sameinað á bak við þetta embætti? Ég tel enga hætt á því að það hrikti í neinum stóðum vegna þess að Hákon, sem hefur tekið sér nafnið Hákon VIII, hann líka, hann mun halda arfleifð föður síns á lofti og hann vel kynntur í Noregi, hann sjálfur vinsæll, þannig ég hef ekki nokkrar áhyggjur af því að það hrikti í neinum stóðum vegna þess að
það er svo djúp virðing sem borin fyrir norsku konungsfjölskyldunni. Það er eiginlega, það er erfitt að lýsa því. Það er einhvern veginn svona, þegar maður hefur, við andlát Haraldar, þá finn ég það bara sjálf hvað hann snerti djúpan streng í mínu hjarta. Það er alveg með ólíkindum að upplifa í rauninni. Hvaða mann hefur hinn nýji konungur að geyma? Þú hefur líka að kynna honum. Já, ég náttúrulega afhendi Haraldi trúnaðarbréf mitt sem sendir Íslands í Noregi árið 2019 og var svo heppin að fá að hitta hann í nokkur skipti. Hákon, 8. núna, hef ég einnig hitt í raunar færri skipti en ég man nú ekki hvað þau eru mörg, en hann er mjög, hann er jarðbundinn og hann er, ég held að hann sé bara óskaplega líkur föður sínum. Þannig að hann er mjög hlýr og góður maður líka. Hann var konungur umsvifalaust við andlát föður hans, þannig gengur þetta fyrir sig. Já. Hvað tekur núna við? Það þarf að jarðsyngja hinn fallna konung. Er meiri prótókoll í kringu þetta? Já, sko, nú verður það verða sorgardagar í Noregi þar til að Haraldur verður borinn til grafar. Síðan, ég meina, hann er nú þegar tekinn við, hann Hákon 8. En hann þarf að undirrita, hann þarf að koma, þingið þarf að koma saman og hann þarf að undirrita tengt grunnlof Noregs, á stjórnarskránni, fyrirgefið slettuna. Þannig að sko, það er ákveðin prótókoll sem tekur við, en síðan náttúrulega varðandi, ég gerir ráð fyrir því að varðandi útför Haraldar Noregskonungs, þá gerir ráð fyrir því að forseti Íslands verði boðið að vera við þá athöfn. Væntanlega núverandi sendar Íslands í Noregi, gerir ég ráð fyrir, jafnvel fyrrverandi forsetum Íslands. Ég minnist þess núna að í þessi skipti sem ég hitti Harald, þá var ég þess áskynja hvað hann fylgdist vel með Íslandi og íslenskum stjórnmálum og þeim forsetum Íslands sem að hann hafði kynnst. Og hann spurði alltaf fregna. Þannig að það kæmi mér ekkert á óvart ef að fleiri fengju boð að vera viðstaddir útför Haraldar. Við munum fylgjast náið með þessu á síðum Morgunblaðsins og auðvitað á vefnum hjá okkur mbl.is, en Ingibjörg, þakka þér kærlega fyrir komuna. Já, rétt í lokin, ég rifjaði upp hér í morgun áhært viðtal sem að við tókum við þig þegar þú lést af embættinu í Noregi. Konungur sæmdi þig þar merkri orðu, ekki rétt? Jú, hann sæmdi mig stórkrossorðinni sem að ég fékk fyrir störfi opinbera þá í Noregi fyrir þann tíma sem að ég gegndi sendiherra starfinu í Noregi. Það var mikill heiður að vera sæmd henni. Já, þú munt bera hana með stolti ekki síður nú eftir fráfall konungs. Ég mun gera það og ég ég fór að gróa hann upp. Ég var ekki búin að taka upp úr öllum kössunum frá því ég kom heim frá Noregi, þannig ég fór mér í geymslu í morgun og gróa hann upp. Þannig að hún er fundin. Þú hefur hann við höndina. Já. Takk að kærlega fyrir komuna, Ingi. Takk fyrir mig. Þá látum við samtalinu Harald Noregskonung lokið. Kannski að ég tæki þetta reyndar aðeins upp við góða menn sem að hingað eru komnir í hádegismóð til að ræða fréttir vikunar. Það er þeir Logi Bergmann Eiðsson, fjölmiðlamaður með Meiru, og Jón Júlíus Karlsson. Þeir eiga það sameiginlegt að vera forfallnir golfarar. Nýr Hongqi EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða. Fyrir framtíðina. Vinnupallar. Öruggar lausnir. vaffpallar.is
Heilskoðun hjá Intuens veitir ítarlegar upplýsingar stöðu líkamanns. Með segulómun hægt að greina breytingar og frávik áður en einkenni koma fram. Með þessum upplýsingum getur þú tekið upplýstari ákvarðanir heilsuna þína. Kynntu þér málið á intuens.is. Við þökkum Ingibjörgu Davíðsdóttur fyrir þessa yfirferð í kjölfar þess að fréttir bárust frá Oslo af andláti Haraldar konungs Noregs. En hingað eru komnir góðir gestir, þeir koma úr dálítið annarri átt en Ingibjörg. Það eru þeir Logi Bergmann Eiðsson og Jón Júlíus Karlsson. Þeir stýra algjörlega frábæru hlaðvarpi sem nefnist Seinni 9. Það fjallar golf. Við ætlum að ræða hér fréttir vikunnar og golf. Ekki ágætt að létta aðeins stemninguna undir öllu þessu ESB-tali. Sælir. Sæl. Eru ekki sammála það? Jú. Ég myndi halda það, já. Ég vil bara tala golf. Ég get talað golf bara, þú veist, til morguns. Þú gerir þetta ekki annað en að spila golf? Já, jú, en ég gerir mikið af því. Ég eins mikið að ég get. Þú nefnilega ert eitt af fórnarlömbum Gamebook sem þetta magnaða app. Já, þannig að ef maður gerist vinur manna á þessu appi, þá fær maður upplýsingar það þegar þau eru spilandi og ekki. Já. Og ég bara með sannanir fyrir því, Logi, að þú gerir ekkert annað að spila golf. Ég gerir mikið. Ég fæ stundum skilaboð frá vinum mínum í desember þegar þeir eru einhvern veginn að skafa bílnum, þá kemur svona bara bling. Logi has started round og þeir verða mjög pirraðir. Sko þú ert komin í hvað, 122 ringi? Ég 122 ringi á þessu ári, þannig ekki meir en það. Nei. Það ekki meir en það. Liðinir hvað, 170 dagar ára? Já, eitthvað svoleiðis. Ég hef mist þarna úr daga, náttúrulega ferðadagar og svona sem maður hefur tapað í þessu. En golf bara svo frábært og ég svo gladur og við erum svo gladir. Við byrjuðum þetta hlaðvarp bara í einhverju bríari fyrir rúmum 2 árum. Já. Og ég hildir kannski 3 þættir og svo erum við búin að gera 27 þætti. 127, takk fyrir. Já. Sem eru allir klassískir. Já. Þetta eru bara til að útskýra, ég nú verið þess heiðursamnefnd að fá að ræða við ykkur, sennilega einn mest spilaða þátturinn. Ég myndi klálega halda það. Þar þið bara að taka fólk af öllum getustigum tali. Þegar ég rætt við fólk sem að varla hefur spilað golf en getur samt sem að tala um það. Sko, þú veist, sweet spotið eiginlega svona í kringum þegar þú ert byrjaðar að ná tökum á þessu, orðin aðeins betri, hefur ekki áttaði ennþá því hvað þetta á eftir að éta þig innan í mörg ári viðbót. Þú finnur bara gleðin og spenningin. Þú ert farið vel, Sóli Hólm til dæmis, ég bara aldrei hitt golfveikan mann. Það líka bara svo mörg take, svona sjónarhorn á golf. Og það svo rosalega gaman að heyra fólk sem nýbyrjað, hvað það fellur hratt fyrir sér íþrótt og eftir sjá hann að vera ekki löngu byrjaður í þessari dásamlegu íþrótt sem að reynir alltaf svo svakalega á andlega þáttinn. Já. Og láttu mig þekkja það. Ástarsögur og hatursögur sem við fáum að heyra í þessu hlaðvarpi, þær eru dásamlegar. Þetta íþrótt sem heltekur fólk. Já, sko, ég meina Sóli rammar þetta frábærlega þegar hann segir setninguna Viktoría, ekki láta mig velja. En þetta þannig að þetta verður bara svona della og ólíkt flestu öðru, ef þú spilar illa, þá viltu fara og bæta því strax. Og þú spilar vel, þá viltu fara og halda því áfram, sko. Já. Sko, svo náttúrulega eins og sjónarhorn eins og þú komst með í þettinum hjá okkur þegar þú valdir þína uppáhaldshólu sem ég held að sé líklega svo hóla sem að flestir í Borgarnesi hata. Já, ballir. Já, það hólan sem liggur í átt á þjóðveginum. Já. Hvað hún númer 4 í dag? Nei, nú hún orðin, eftir síðustu breytingar, hún þá ekki 9. Já. Eitthvað slúið. Já. En þetta golfhóla sem að ég held að engum líki nema þér. Já. Sem bara segir eitthvað karakter. Þetta stórkostleg hóla. Mér finnst líka bara gott að eiga slíka hólu útaf fyrir mig. Já. Ég ekki að deila henni með öðrum. Það enginn að trufla þeim. Svo bara öll tæknin, allur bransinn, allir síðurnir, reglurnar. Þetta endalaust og mér finnst fólk nálgast þetta á svo jákvæðan hátt. Við fáum fólk til okkar, einmitt alls konar fólk og það bara almennt spennt og þessi sprengja sem hefur orðið hérna á Íslandi, hún í rauninni algjörlega ótrúleg. Hún rosaleg. Einhverju myndu kannski segja að þið hafið fyllt bylgjunni, einhverju viljum menna að þið hafið nú líka ítt undir hana og eins og í samstarfi ykkur við golfklúbbinn í Grindavík, þetta stórkostlegu völlur og hefur tekið stakkarskiptum, bæði vegna áhuga fólks á honum og mörgu öðru. Tekur þetta einhvern enda? Hvað getum við gert? Það allir klúbbar sprungnir á höfuðborgarsvæðinu, það orðin 10 ára biðið sem að klúbba og það Ég held sko að ég bara yfirvöld hérna,
þarf að segja sveitarfélagana þurfa að huga að stækkunum eða bara fjölga golfhólum. Þeim reyndar að fjölga bæði í Hafnarfirði og svo stendur stækkun yfir í Hótinum. Þannig að eitthvað að bætast við. Já. En við náttúrulega höfum verið að tala fyrir því að fá golfvelli við þeim. Bara til þess að það sé eitthvað í gangi þar. Já, það er ekki eins og maður sé alltaf í við eitthvað bara að gera vel við sig. En maður myndi fara þangað ef ekki væri. Svo er líka bara, finnst mér eftir að vera núna, ég var fyrir norðan núna í sumar. Það eru vellir sem við getum bara komið á. Svona, þetta er líka svona túristakvetjandi að henda bara settun í skottið og keyra hringinn og spila alls konar frábæra vellir. Það er að aukast alveg. Það gefur fólki ástæðu til þess að fara á staði sem það annars myndi kannski ekki staldra við á. Algjörlega. Þetta Borgarnesvöllur, Grindavík, Leirán og fleiri í þægilegri fjarlægð frá húsæðinu, en svo eru vellir út á landi langt í burtu. Minn klæsti fyrir hlóst þegar að menn voru að breyta túnunum í botni á Patreksfirði. Þannig að það er skemmtilegu völlur, sveitavöllur. Það var að koma nýr völlur á Rifi, það er alls konar að gerast. Þessi þrenning, sko. Það er sundlaugin, kirkjan og golfvöllur sem verður að vera í öllum sveitafélögum. Það sem gerir þetta merkilegt er eiginlega að það hafa komið svona dellur. Ég muni eftir þegar allir voru með reysera bara og þú fórst bara af reysernum til að fara í sjósundi áður en þú fórst í kraftlyftingar. En núna, þetta virðist alltaf að lifa aðeins meira og það er svona kynslóð sem kom inn klassíska kynslóðin er bara börnin er orðin farin að sjá sig eitthvað sjálf og hópurinn er allir komin í þetta og þú fer með það er svolítið þannig. Stóra breytan í þessu núna er kannski þessir golfhermar það sem fólk er að stunda þessi íþrótt allt árið. Halda sig við og svo er bara fullt af ungu fólki sem spila bara golf í golfhermi. Og þrátt fyrir efnahagsástandi sem að menn tala mikið sérstaklega núna í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar er þetta orðið þannig að fólk getur líka ferðast mikið til útlanda, maður sér mikið framboð á golfferðum, þegar við staðið fyrir golfferðum. Við erum að fara í golfferð núna í haust og erum mjög spenntir að því og ég segi bara allir, það er að bundið í kjarasamning og fór golfferð, bara miskust einu ári. Kennarasambandi get ekki nýtt þarna námsferðirnar í þetta? Jú, það voru mikið að fara til Brighton, það eru frábæru vellir í kringum Gröp. Hvert er þessi ferð ykkar núna? Við förum til Los Moriscos sem er skammt frá Malaga, bara erum við ströndina og Granada. Granada segi, já. Og það er bara algjörlega stórkostlegt svæði og þetta er vika, það er ekki að hugsa neitt nema bara næsta hring og þetta er hugleiðsla eitthvað, en ég held að þetta var líka svona tekið aðeins úr hugleiðslu bransanum sem var svona vaxandi á ákveðnum tíma. Við ætlum að spila 36 hólur á dag? Já, aldrei minna. Á bílum þá? Ég vona það, já. Þetta er mjög spennandi. Og gangi ykkur vel með þetta, held áfram að fylgjast með hlaðvarpinu góða og hvet fólk til þess að stilla inn á þetta er góð afþreying. Fréttir vikunar, við vöknum upp í morgun við þessi tíðindi sem að ég reyndar ræddi hér við Ingibjörgu Davíðsdóttur áðan, Haraldur Noregskonungur, hann er dáinn. Þetta er merkilegt fyrirbæri þegar að þjóðhöfðingjar falla frá. Sjaldan sem að þjóðhöfðingjar falla frá nema það sé æviskipað eins og konungar og drottningar. En það er einhver annað tótt sem er slegin í fjölmiðlum. Það er við höfum sjá svona myndir á því núna hvernig norska þjóðin hefur sameinast og norska konungsfjölskyldan hefur gengið í gegnum alls konar hluti bara síðustu misseri, við höfum séð það. Hræðileg mál. Já, mjög öðrum mál. Harmleikir. Og núna er sameinast fjölskyldan það og við munum síðast þegar Noregskonungur dó, það voru miklu umbrotatímar í heiminum, 1990, er ekki? 90, það er persónulega stríð hófst akkurat og allt einhvern veginn laðist á sömu viku. En mér finnst þetta fallegt að, þú veist, fólk getur alveg haft sína skoðun á konungdómi en það er minnst fallegt að þjóð syrgir. Já, þetta er náttúrulega eðlilegt að norska þjóðin syrgi sinn konung og nú eru athyglisvert að sjá hvað gerist þegar erfinginn tekur við. Og hans fjölskylda kannski verið svolítið í sviðsljósinu af röngum ástæðum. Hann er í flóknum málum, konan hans auðvitað bæði mjög veik en fórstu svona líka í þessum erfiðu málum, sjálfsköpuðum reyndar. Alltaf þegar það verða breytingar á konungi eða drottningu og þá fara þessar raddir af stað hvort eða ekki að leggja þetta bara niður. Þannig að það verður athyglisvert að fylgjast með umræðunni í Noregi þetta. Breska konungsfjölskyldan alltaf búin að upplifa bara það allt búið að vera meira og minna vesen þar Það er mikið brasi í kringum þessar konungsfjölskyldur, Ég held að það sé ekki skemmtilegt hlutskipti að vera í þessum pakka.
Það eru ekki elstu sinniðir, það eru þessi sem að sjá enga framtíð sem eru með þessar. Já, þú ert ekki með öruggt gegn, þannig að þú bara, gerir bara eitthvað. Rasa menn út. Þessu heldur þau væri stikkfrí. En við í Bandaríkjunum náttúrulega syrgjum Dolly Parton. Já, hún féll frá í vikunni. Já, og Dolly Parton stórkostlega merkilegt fyrirbæri. Það svona, þegar þú hugsa núna á þessum tíma, við erum alltaf að tala hvað þetta erfið tímar og hver höndur upp á móti annari og mikil óeining, þá var hún svona lítið sameiningartákn, óbáslega merkileg kona sem merkilega svo kemur upp úr sárri fátækt í Tennessee og nær svona samin á þjóðina og jafnvel þó að hún hef oft verið stórkostlega umdeild í skoðunum, hún var mjög frjálslynd, sérstaklega með við bara upprunnin og hvaðan hún kom og það til marks svona viðurkenningu Bandaríkjanna að Donald Trump hefur fyrirskipað þegar flagga í hálfastöng í viku sem það er heil vik. Það er mjög merkilegt. En mér fannst, og þá kemur upp svona, það var ég kom hérna með spólu. Ég tók eftir því. Já, hérna undir hendinni bara, munar spólu tilbaka í skilinni. Það er breski konungsvörðurinn og þetta gerist eiginlega út allan heim sem ákvaða að koma og spila 9 to 5 fyrir hana. Ég var að kíkja á þetta? Já. Þetta ótrúlega skemmtilegt og þeir gera þetta nú gjarnan við svona einhver stórtíðindi en Dolly Parton þú nefnir fyrirbæri bestu merkingu orðsins, hún náttúrulega svo rosalega stór og ekki bara sem tónlistarstjarna heldur í góðgerðarstarfi ýmiss konar. Hún var með risastóran bókaklúbb, hún var alltaf svona að leggja eitthvað mörgum, hún úðað af sér góðmennsku. Það var svolítið merkilegt að því hún var alveg körrent tónlistarmaður mjög lengi og bara í COVID þegar hún tók af skarið þar, það var alls konar svona hlut sem hún gerði og svo var hann bara svo mikið krút sem hjálpaði líka til. Átti mann sem að einhvern veginn sást, enginn sá, bara aldrei. Alla tíð. Það held allir að hún væri gift Kenny Rogers. Það var eitthvað misskilningur. Og rangur misskilningur. Ég er ekki viss að það sé hægt að spila 9 to 5 á Íslandi, það er alltaf búið að stytta vinnuvikuna. Já, það er 9 to half 4. Og hann var helst bara búið að loka öllum hádegisspil. Opinberir starfsmenn bara reykur stór augu þegar heyra þetta spilað. Jón er mikil meistari í fimmvörum og slagorðum, hann er við sérhæft sig í því. Já, ertu með eitthvað gott svona í handraðanum? Segðu þolir dagsljósið notabene? Já, það er nú margt sem ég er búin að segja fyrir upptökum sem við erum búin að stíka út. En ég held besta slagorði sem við hefum komið með er núna eins og við erum að auglýsa eldofnin í hlaðvarpinu og þetta er náttúrulega golfhlaðvarp og þar er slæs ekki vandamál. Þetta er svona hugsaðan, bara alla daga, það er veistlega að vera með. Fyrir þá sem fatt ekki pizza slæs og síðan golfslæs. Er þetta dulin auglýsing fyrir Pavel Bartósek og lækkun maturverðs á Íslandi? Ég vona ekki. Erum við talað pólitíkina, við erum að fara inn í þennan rosalega dag á morgun, þetta hallarslegt að tala einhverja lýðræðisveislu. Þetta auðvitað sann svakalegt þegar 275.000 manns bara mæta á vettvang og greiða atkvæði og svo bara tala upp úr kössum. Ég veit, Logi, að þú vilt tjá þig þetta mál hér á þessum vettvangi. Ég er svo mikil diplomat að ég ætla ekki að tjá mig þetta. Ég hins vegar þetta er eitthvað fallegt við það í svona orðið að fólk bara komu saman og segi sína skoðun og við fáum einhverja lýðræðislega niðurstöðu en þetta er alltaf bara erfiðir tími. Þetta reynir á samfélagið? Já, það eru sterkar skoðanir, og þetta hefur verið erfitt fyrir marga held ég. Þetta flesti séu bara svona, taki bara ákvörðun út frá gögnum eða bara taki ekki ákvörðun. Ég hefur bara ekki verið að sammála, þetta er búið að vera ofskaplega leiðilegt. Alveg agalegt að eyða sumrinu, öllum júlímánuði í að ræða þetta. Allir nema Logi, hann var að spila golf. Nei, ég er búin að vera í mörgum hringjum í sumar, það sem þetta hefur bara verið komið til tals. Ég ætla ekki að segja að það hefur verið einhverja kyndingar á milli fólks, en þetta er komið gott af þessu. Ég held þessi bara fínt að leiða þetta mál í jörð, fá niðurstöðu. Það verður gert núna. Og ég er búin að vera að skoða eins veðbankana, bara til þess að sjá hvað þeir hafa nú staðið sér vel í að greina niðurstöðuna fyrir svona kosningar.
og ég sé núna að stuðullin á að það verið greitt nei komin í 1,5 allan í morgun sárið. Hjá hverjum var það? Það var í Epic Bet. Já, en á jáið? Það var 2,9 og þannig að mér þykir nú að það þá sína að nei verði líklega niðurstöðan á morgun, allan að miða við sveitarstjórnarkosningar og líka síðustu alþingiskosningar. Það svo kenning að fólk, þegar fólk setur peninga á eitthvað, þá samfæringin sterkari, þá ertu meira að lesa í það, vegna þess að það er búin að koma kannanir sem hafa verið já, alveg þangað til bara í gær, þegar fyrsta neikönning kemur, en þetta ómarktakur munur og ég held þetta verið mjög tæft. En mér finnst þetta svolítið áhugavert, sko, það búið að vera svona frekar stöðugt í öllengum. Já, og Polymarket líka hrundi hérna niður í gær, yfir í neyð. Þannig að þetta er svolítið merkilegt, sko, að fylgjast með þessum svona breytum. Einhverju héldu því fram að þeir sem væru inn á veðbönkunum væru líklegri til þess að vera á neyinu og þannig myndaðist þrýstingur í þá áttina. Nú veit ég ekki hvernig það en einhvern veginn hefur maður trúið því að fólkið þykir vænt peningana sína þrátt fyrir allt og myndi ekki sólunda þeim. Þú ert alltaf að leita eftir að ná sigri í veðmálinu, þannig að þú fer ekki að setja peninga á eitthvað sem þú veist að tapar. Nei. En breytan, sko, það sem fólk hefur talað svolítið mikið eru samfélagsmiðlar og hvernig færumst, hvernig við leitum að okkar og ég var að hlusta okkur umræðum það hvernig þetta hefur verið gjörbreytt öllu. En þetta samt minni mig svolítið á bara þegar ég var að byrja í blaðamennsku, þegar flokksblöðin voru, að þú keyptir bara, þú veist, Þjóðviljan eða Tímann eða Mokkann, þú bara keyptir þínar skoðanir og í rauninni þetta saman en þetta er bara svo miklu meira og meiri læti og fleiri orð og svona óritstýrðari skoðanir, þannig að þetta er í rauninni allt annað, þannig að við erum að ganga í gegnum þetta og mér fannst áhugavert að þegar við talaðum nýju stjórnarskrána til dæmis þá átti að vera þjóðaratkvæðagreiðslur oft, ég veit ekki hvort fólk er til í að gera þetta einu svona árið, sko, að fara í svona slag og Svisslendingar eru náttúrulega búin að fá nóg að þessu, þannig að það þurft að koma upp sektakerfi, þannig að þú tekur ekki þátt að þú sektaður, bara eins og að leggja ólöglega. Já. Það er nú ekki leið sem ég held Íslendingar séu spenntir fyrir. Nei. En ég fagnaði að sé sko farið þá leið að spyrja þjóðina af hlutum. Við mættum kannski spyrja hana frekar hluti eins og á að leyfa veðmálasíður, á að leyfa áfengi í verslanir og svoleiðis. Það væri vel til þess fallið, sko. Fá bara álið þjóðurinn á þessum málum, sko. Þetta er bara til eins og þegar bjórinn var loksins leyfður eftir öll þessi ár. Það var alltaf meirihluti fyrir því en þingi bara tók ekki á því, þannig að það var málum haldið í pólitískri gíslingu af einhverjum þrýstihópum og hagsmunasamtökum. Hvað ætlar að kjósa á morgun, Logi? Ég bara... Ætlar að kjósa á morgun? Ég verð í bænum á morgun, en ég gæti kosið, ég veit ekki hvort ég ætla að gera það, bara, þú veist, og svo ætla ég bara mjög rækilega að halda því fyrir mig hvað ég ætla að gera, það er svolítið þannig. En þú veist, það er eitthvað stemming við að fara að kjósa, þú veist, maður er kannski ekki að klæða sig í bestu fötin og fara að kjósa, en það er bara staðfesting á lýðræði að þú fáir að tjá þig. Ef þú væri inn á Epic Bet, hvort myndur þú setja peningir á já eða nei? Ég kýs líka að tjá mig ekki þetta. Ég get að lofa því. En þá ætla ég að koma með aðra spurningu varðandi þetta. Jón Júlíus, þú kannski líklegri, þú ert ekki kvæntur sendiherra. Nei. Ekki svo veitur að. Þú ert svona ekki eins bundin í báða skó. Já, ég get greint á því að ég var í Viðreisn 2017. og var í framboði fyrir Viðreisn. Þú varst í framboði? Og þá var ég mjög spenntur fyrir Evrópusambandinu og bara sá það sem svona einn raunverulega valkost fyrir okkur Íslendinga til þess að leysa okkur úr þessu limbói sem við höfum verið í árin þar á undan og sérstaklega svona í kjölfar hrunsins. En mér er algjörlega snúist hugur þetta núna, bara eftir að hafa svona hort betur á hagkerfið, hort betur bara á hvernig samspil Evrópusambandsins er og hvernig það hefur þróast á undanförnum árum. Þannig að ég er að fara að kjósa nei í þessari kosningu. Er langt síðan að þér snerist hugur? Það er, já, bara svona kannski eftir COVID í raunum vel, bara hvernig Evrópusambandið svona steig fram þar svona, og í hvernig þeir hafa svona verið að tækla þessar tækniframfarir og gervigreind og annað núna á síðustu árum. Mér finnst þið bara vera svolítið dragbítur á evrópskt efnahagslíf og mér finnst þið bara ekki fá neitt sérstaklega mikið út úr þessu samstarfi með hversu miklu við fórnum. Við erum með EES-samningin sem er raunverulega allt það sem við viljum. Við erum með allar þessar undanþágur sem við erum að biðja í EES-samningum og ég bara hef ekki heyrt rök fyrir því að við erum að breyta því núna
að fara að hætta því núna þessar stundu. Ertu sammála þessu Logi? Ég datt aðeins út, sko, en ég alveg góður, sko. Við erum báðir stjórnmálafræðingar, svo það Já, ég alltaf menntaðasti stjórnmálafræðingur landsins. Já. Ég var 25 ára að klára BA-gráðu. Ég 25 ára náum bakinu. Logi hefur verið með öllum stjórnmálafræðingum. Já, það er mjög fyndið reyndar að fólk segir, ég var með þér í stjórnmálafræðinu, það er alveg sambara, það eru bara einhvern veginn allir á 25 ára. Margar kynslóðir stjórnmálafræðinu. Já, það er verið með mér. Það er mjög skemmtilegt. En þá vaknar ein spurning, og hún er auðvitað hápólitísk í ljósi morgundagsins. Þegar Ryder Cup, Ryder bikarinn er haldinn, hvort haldið þið með Bandaríkjunum eða Evrópu og nú vandast málið fyrir því? Nei, þetta er svolítið merkilegt. Ég spila hérna, er í svona golfhópi sem spila Ryder Cup á hverju ári. Þar, einhverja hluta vegna, þegar ég kom inn í þetta, þá var ég bara í liði Bandaríkjanna, en ég spila alltaf fyrir liði Bandaríkjanna. En ég held að sjálfsögðu með liði Evrópu og það hefur orðið svona auðveldar en síðara ár vegna þess að þessum skemmtilegu evrópsku kylfingum hefur fjölgað svo mikið og svo hefur náttúrulega bara líka gengið vel en þetta er það er svolítið eins og þetta er erfiðu tími, þetta er mikið sem gengur á, svo fæst bara niðurstað og svo bara gerum við þetta aftur eftir 2 ár. Þetta er eitt stórkostlegasta viðureign sem að nokkuð tíma finnur. Ég fór á var svo heppinn að fara á Solheim Cup sem er rætikeppni kvenna sem var haldinn í Virginíu og gekk þar og það er svo merkilegt að sjá kylfinga keppa fyrir þjóð. Að vera kylfingur þú ert bara að hugsa sjálfa en allt í einu ertu orðinn hluta af einhverju liði og maður gat séð það bara á fólki hvað það var stressað þegar þú þarft að fara að spila fyrir aðra. Keppa fyrir annara hönd. Já. Ég fór á Glen Eagles 2014 þegar rædderinn var haldinn þar og það var alveg meiri háttar upplifun og ég var svona bara, þá var maður ekki búin að mynda sér skoðun hvort maður héldi meira með Bandaríkjunum eða Evrópu á þeim tíma. Hefur skipt skoðun í þessu kannski líka eins og hérna? Já, það er gott að geta skipt skoðun. Það er styrkleiki. Ég bara hef síðan verið bara, haldið með Evrópu í ræddöndum eftir þetta. Þarna var ég að horfa í náví á Lee Westwood og Rory McIlroy og Justin Rose og bara, ég heillaðist bara af stemningun í Evrópu fyrir golfinu. En svo náttúrulega þú horfir síðan á hverjir keppa fyrir Evrópu og það ertu með Normann sem er ekki í ESB og með fullt af Bretum sem er ekki í ESB. Þannig að við eigum frekar með að fara að tengja þessu umræðu saman. Það er langt best að fara bara í gegnum þetta á þessum forsendum, bara tala bara ESB út frá golfi. Ég ætla ekki að spyrja ykkur út í neina spávarandi morgundaginn, við látum bara veðbankana tala sínum máli, er það ekki? Jú, Mér finnst alltaf, þegar ég var að raða fréttatíma í gamla daga, þá fannst mér alltaf gott að enda á svona jákvæðri frétt og skemmtilegri, þetta er svona pöndufréttin. Það var lundapysja í Reykjavík, þannig að uppfyllir öll skilyrði fyrir svona góða og notalega sumafrétt. Fannst lundapysja í Reykjavík sem var svo hjálpað og einhvern veginn og svo heyrði ég líka frétt lundaspítala í Vestmannaeyjum sem það eru svona fréttir sem fylla mér trú á mannkyninu og framtíðinni og öllu sko. Talandum velmegun á einu samfélagi þegar hann hafa reist spítala fyrir lundabyggðina í Biblíu beltinu. Ég laka til að ég hitt ykkur á vellinu vonandi áður en sumarið er úti. Ég veit að þú ert á leiðinu út. Við þurfum bara að taka hring úti held ég. Það enda með því. Ég er bara út velkomin. Logi Bergmann, Jón Júlíus, takk fyrir komuna. Takk. Við erum hins vegar bara rétt að byrja. Því hér eftir örskamastund verða þau á svæðinu Björn Ingi Hrafnsson og Sólveig Anna Jónsdóttir. Þar ætlum við að ræða Evrópusambandið og ólíkt Loga Bergmanni. Þá ætla þau að gefa nákvæmlega upp hvað þeim finnst það mál. Vantar þig bílavarahluti? Á polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is Peroni 0%. Alvöru ítalskt bragð. Upplifðu hámarksstempun og þægindi. Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm. Sportís, Skeifunni 11. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus, Kauptúni.
Við þökkum Jóni Júlíusi og Loga Bergmanni fyrir innleitið. Alltaf gaman að ræða golf og fréttir vikunnar að sjálfsögðum. Stærsta fréttir vikunnar þetta baráttan út af aðildarumsókninni sem að ríkisstjórnin vill keyra í gegn. Við munum fá úr því skorið á morgun hvernig þau mál verða öll leitt í jörð. Hingað hins vegar konur tveir góði gestir sem ég ætla að ræða við næstu mínúturnar baráttuna sem að nú að baki. Það eru þau Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Björn Ingi Hrafnsson. Þau eru bæði á þeirri skoðun reyndar að við hefum ekki gangi í Evrópusambandið. Vandinn bara sá að fulltrúar já til að sjá og Evrópuhreyfingarinnar vildi ekki koma hér í þáttinn. Þau eru komin held ég ofan í skotgrafirnar. Velkomin bæði tvö. Takk. Við látum það ekki stoppa okkur, við þurfum að gera þetta upp. Þetta hafa verið mjög áhugaverðir tímar bara í þjóðarsögunni. Getum við ekki slegið því föstu? Jú, við getum slegið því föstu og mér stundar ótrúlega að heyra að fulltrúar jásins vilja ekki mæta. Það mér satt best að segja óskiljanlegt ef að við sitjum af stað einhverja atburðarás og við viljum að fólk standi með okkur. Þá þurfum við að mæta og málflytja. Það gefur þetta auga leið og þetta hlýtur að vera til marks það að þau treysta sér ekki lengur til þess að koma og málflytja boðskap sinn af einhverjum ástæðum. Það ekki hægt að meta þetta öðruvísi. Eins og ég segi, við látum það ekki stöða okkur. Björn, þú... Nei, ég meina ég bara tek undir með það sem Sólveig segir, sko, þau tímasetja þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem augljóslega klýfur þjóðina að sumarlagi, vilja sem minnsta umræðu og að neita að koma í þætti rétt fyrir atkvæðagreiðslu sem þau settu sjálf á dagskrá og sögðu að það að fara fram alvöru umræða, það mjög sérstakt. En þau þora greinilega ekki að misstíga sig, þetta snýst það vill enginn misstíga sig á lokasprettinum og þú situr þá bara upp með fólk eins og okkur. Já, það eru mín örlög. Kannski að fara yfir nýjustu könnunina, það urðu í raun ákveðin vatnaskil í þessum slagvöllum þegar Gallup birtir eða Ríkisútvarpið í 6 fréttum sínum í gær. Fyrstu könnuna sem að sýnir negið yfir 51,6% á móti rúmlega 48% fyrir jáið. Hefur þetta áhrif inn í lokaslægin? Vont fyrir ykkur sem að viljið fá negið að mælast yfir, fara menn að slaka á? Þetta það hvort tveggja við. Almennt gríðarlega eftirsóknarvert í allri kosningabaráttu að trendi sé rétt átt. Og við höfum séð það í maskínukönnunum að bilið hefur farið úr 6% og svo 4% og svo 2% og svo kemur þessu könnun hjá Gallup. Hún getur hins vegar haft algjörlega þveröfuga áhrif því að við höfum séð í mörgum síðustu kosningum á Íslandi, til dæmis í forsetakosningum, að fólk kýs strategíst. Þróun hefur áhrif á kosningahegðun sumra. Að vísu veit ég ekki hvort það á við í þessu tilfelli vegna þess að mér finnst margir vera löngu ákveðnir. Upp á síðkastið hefur mér fundist umræðin vera þannig að það enginn að hlusta. Jáið hlustar ekki á negið og negið hlustar ekki á jáið. En það ennþá verið að reyna að höfða til yngra fólks og annarra sem hafa gefið sig upp að vera ekki ákveðnir. En ég myndi ekki taka neinu sem gefnu. Þetta ótrúlega jafnt. Við vitum ekki hverjir á endanum skila sér á kjörstað. Ég hef unnið út frá þeirri kenningu að neginu sé meira niðri fyrir. Því þetta fólk, við teljum að fullveldið skiptir mjög miklu máli, að við höfum haft mjög mikið fyrir því að öðlast á stöðu að ráða okkur málum sjálf. Jón Sigurðsson orðaði þannig á sínum tíma, hann teldi betra að ráða okkur málum sjálf í staðinn fyrir að vera að undirbúa bænaskjöl til kaupmannahafnar og ég held að það ennþá við. Sólveig, þetta spurningu já eða nei, getur þetta orðið strategísk kosning í því ljósi? Þetta ekki bara borðleggjandi? Hvort að fólk vilji fara inn í Evrópusambandið ekki? Mér finnst það, en ég ekki sérfræðingur í því að lesa út úr svona könnunum. Ég sjálf veit yfirleitt alltaf nákvæmlega hvað ég mun kjósa vegna þess að ég yfirleitt búin að móta mér skoðanir á flestum hlutum. Þannig að það erfitt fyrir mig að setja mig í spor þeirra sem gætu einhvern veginn verið á báðum áttum. Skilur ekki óákveðið fólk? Það mjög erfitt fyrir maður að skilja óákveðið fólk. Þannig að ég treysti mér ekki til þess að svara þessu. Ég var auðvitað mjög glöð að heyra af þessari könnun þarna í gær og það auðvitað gott þá að hlusta á það sem Björn Ingi að segja og fara einhvern veginn ekki að hrósa sigrinum fyrirfram vegna þess að þarna auðvitað mjög mjótt á munum og það þrátt fyrir að það hafi verið
yfirlýsing frá þeim sem að nú hafa leitt jáið, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, þær vildu ekki klúfa þjóðina, þá augljóslega hafa þær klúfið þjóðina og það bara staðreynd, þannig að við þurfum auðvitað að berjast bara þangað til að við erum komin á þann stað að við teljum okkur vera örugg. Það klukkan 10 annað kvöld Það klukkan 10 annað kvöld. Fólk þarf að nýta daginn vel og sinna því sem að það getur gert, hvort sem það að hringja út, tala við félaga, reyna að halda sig auðvitað svona réttum megin við málefnalegu línuna og svo framvegis. En mér líður núna, og ég búin að sveiflast í gegnum þetta ferli, og tíma þá var ég orðin ansi svartsýn, en mér líður núna eins og að neyið muni hafa þetta og ég byggi það ekki bara á þessari könnun, heldur byggi það á samskiptum og samtölum við fullta fólki, ungu fólki, það unga fólk sem ég hitti og tala við, og við erum ekki að tala eitthvað hápólitískt fólk, heldur svona það sem að myndi flokkast sem svona venjulegra fólk. Þau ætla öll að segja nei og þau hafa alls konar ástæður fyrir því og flestar að mínu viti auðvitað mjög góðar, en aðal ástæðan og svo sem að þetta unga fólk á sameiginlegt að þau sjá ekki að fyrir þau og fyrir þetta land sé eftir neinu að sækjast inn í Evrópusambandinu og þetta fólk sem að þvert á það sem að já að reyna að halda fram að neyjararnir séu einhvern veginn allir uppteknir einhverju þjóðernishyggju eða heimskir eða hvað heitir þetta svona bjartur í sumarhúsum, því fyrir fjarri þetta fólk sem hefur menntast, hefur farið allan heim og svo framvegis, veit nákvæmlega hvað því finnst þessi mál og byggir afstöðu sína á því og svo til viðbótar við það hef ég auðvitað verið í mjög miklum og í daglegum samskiptum við eflingarfólk og ég hef nú ekki verið að brydda upp á þessum málum við þetta eflingafólk og ég ekki með einhverja vísindalega staðfestingu á þessu, en þau sem ég hef talað við, þau eru langflest á þeirri skoðun að þau ætli að segja nei og þau eru líka með mjög góðar ástæður, þau eru bæði fædd hér og svo þetta líka fólk sem að hingað hefur komið til þess að vinna, oft á tíðum frá löndum Evrópusambandsins og þau líka horfa til Evrópu og þá dregst auðvitað ekki upp fyrir þetta fólk þessi svona evru Disneylands mynd sem að jáararnir eru að reyna að móta því fyrir fjarri, það dregst auðvitað upp mynd af langvarandi atvinnuleysi, það dregst upp mynd af erfiðri stöðu verkafólks, það dregst upp mynd af þverrandi lýðræðislegum réttindum, lítilli stéttarfélagsaðild, þannig að þetta fólk þó að sjálfsögðu það viti að hér erum að takast á við fjölmörg vandamál og að við þurfum að halda áfram að berjast fyrir efnahagslegu réttlæti fyrir verka- og láglaunafólk, sér að möguleikar þeirra hér eru bara miklu meiri til þess einmitt að ná árangri í þeirri baráttu. Aftur á könnunni í gær, Gallup-könnun, við tekjum frá ICEF, menn hafa þetta verið að vísa til þess, þar var mjög mjótt á munum í raun í mælingum en svo var himinn og haf milli fylkingana í lok kjördags. Ég fylgdist með bæði Kristrúnu Frostadóttur á Ríkissjónvarpinu í gærkvöldi þar sem að þú mættir til leiks, Sólveig, í kappræðu, 6 manna kappræður. Ég hlustaði af athygli á viðtalið Þorgerði Katrínu í Bítinu á Bylgjunni morgun og svo hefur maður fylgst með samfélagsmiðlum og því fólki sem hefur verið hvað mest málsmetandi já megin. Það er komið allt annað hljóð í strokkin. Það er eins og að þeim hafi brugðið illilega við þessi tíðindi. Alveg klárlega, en mér finnst umhugsunarefni að svo sé. Mér finnst umhugsunarefni að mér finnst eins og forystumenn ríkisstjórnarinnar hafi ákveðið að setja allt sitt á einn reit. Það er bara eins og þær hafi í öllum undirbúningi fyrir þetta ekki gert ráð fyrir þeim möguleika að 30. ágúst væri niðurstaðan nei. Og það er mjög merkilegt þegar að þú ert í forystu fyrir þjóð sem, mál sem augljóslega hefur verið umdeilt alla tíð. Og það er nefnilega þannig að sko, það er gríðarlega mikilvægt hvernig úr þessu verður unnið. Ef að niðurstaðan er já, að þá munu næstu ár og misseri fara í Evrópumál og ekkert annað. Ef að niðurstaðan verður nei, þá verðum við að fara að vinna úr málum hér heima eins og við höfum alltaf þurft að gera. Og þau hafa einhvern veginn notað þetta sem skjöld fyrir alla mögulega hluti.
og sem auðvitað áhugavert vegna þess að kosningabaráttunni var það ekkert gert. Ég nú með grjótkastið og Þorgerður og Kristrún komu til minn rétt fyrir kosningar og þar sagði Kristrún það verður að vera þroskuð umræða aðalega vinnumarkaðarins þurfa að vera hætt þetta og svo framvegis. Þess að var allt sett til hliðar. Þorgerður var í þeirri stöðu og hún gat nokkurn veginn ákveði í hvaða ríkisstjórn Viðreisn yrði og Guðmundur Fertram orðaði þetta nú ágætlega daginn. Hann sagði bara að Viðreisn væri þrýstuhópur sem tiltölulega lítið þrýstuhópur en hefði sett þetta mál með þeim hætti að þjóðin væri núna að takast á það. Og talsverður herrkostnaður af því augljóslega. Gríðarlegur. Nú þegar mikil orka að fara í þetta. Ég hef gert það umtalsefni tímasetninguna sem var mjög umdeild þegar hún kom fram í lok ágústmánaðar og eftir því sem að atburðarásinni vindur fram þá áttar maður að sjá því hversu úthugsað þetta allt var. Þetta ofan í vaxta ákvörðun Seðlabankans, þetta rétt ofan í verðbólgumælingu þar sem ríkisstjórnin hefur verið aðkynda undir verðbólgunni. Þetta algjörlega ofan í endurskoðun kjarasamninga, þetta áður en þau leggja fram fjárlagafrumvarpið. Áður en þingið kemur saman. Og þetta á meðan fólk í fríi. Sólveig, ég hef verið undrandi sem gamall þáttakandi á sviði stéttarfélagsbaráttunar. Hversu lítið farið fyrir umræðunni endurskoðun kjarasamninga. Það eins og að það sé verið að halda einhverju svakalegu loki á þeim potti. Er þetta krókur á móti bragði gagnvart ríkisstjórninni sem að augljóslega vonaðist eftir því að þið eruð steitandi hnefan framan í hvert annað? Já, þitt gamla félag og formaður þess hefur nú aldeilis haft sig frammi. Út af vísi í VR. Vísi VR, formaður VR ásamt stórum hópi formanna iðnaðarmanna félagana. Þau hafa þetta ritað fjölda greina og haft sig mjög í frammi og hótað því núna í dálítið langan tíma að kjarasamningunum verði sagt upp, komi ekki eitthvað til sem að þeim finnst þá fullnægjandi. Það hefur reyndar ekkert endilega fyllt sögunni þeirra megin nákvæmlega hvað þau ætla sér að fá. Það eru margir mánuðir síðan að ég fór að tala hátt og snjallt á bara öllum þeim vettvöngum sem ég hafði aðgang að það hvað Efling vildi sjá. Við leggjum áherslu á fyrst og fremst þrennt. Leigubremsu til þess að takast á við þann stóra vanda sem að sá hópur sem hér er fastur á leigumarkaði þarf að búa við, þar sem að við semjum ágætis launahækkanir en vegna þess að leiguverð hækkar svo viðstöðulaust, fólk sér á eftir þeim meira og minna öllum beint í vasann á þriðja aðila. Við höfum talað aukna uppsagnarvernd á almennum vinnumarkaði og þar hef ég lagt mikla áherslu á það að við erum ekki að líta til opinbera markaðarins, við erum ekki að sækjast eftir viðlíka réttindum og þar heldur erum við að tala raunverulega lágmarks lagfæringar þannig að við getum komist nær því að vera siðasamfélagi í þessum efnum, til dæmis að það sé ekki hægt þegar að verið að fara í uppsagnir að velja alltaf starfsfólki sem með lengstan starfsaldur og þar af leiðandi dýrast og svo höfum við lagt mögulega höfuð áherslu á það að fá í gegn hér févíti, viðurlög við launaþjófnaði og kjarasamningsbrotum og ég hef hamrað á þessu og ég hef sagt aftur og aftur, þetta eru allt atriði sem kosta ekki neitt. Þetta eru allt atriði sem geta ekki haft þau áhrif að hér hækki verðbólguvæntingar og hér sé komin einhver afsökun fyrir því hjá atvinnurekendum og laungreiðendum að velta einhverjum viðbóta hækkunum út í verðlagið. Þannig að við höfum gert það að verkum að því ég tel að það eigi að vera mjög auðvelt fyrir samtök atvinnulífsins og stjórnvöld að koma til móts við okkur og boltinn á þessum tímapunkti hjá Bjarna Benediktssyni og samtökum atvinnulífsins, Kristrúnu Frostadóttur og stjórnvöldum til þess að mæta okkur til þess að geta settlað þessi mál. Þetta mikil verkalýðspólitísk ræða. Já. En spurningin hún er byggð á afstöðu okkar sem ég hef gert ljósa marga síðustu mánuði. En það sem ég er að velta fyrir mér að það hefur ekki, málum hefur ekki verið hleypt upp sem að maður hefði gert ráð fyrir að mann hefði gert í aðdraganda endurskoðun á þessu tagi. Já, ég er búin að fara yfir þessi mál aftur og aftur með félögum minnum í Eflingu. Við erum búin að ræða þetta aftur og aftur mánuðum saman í stjórn. Ég er búin að eiga þessi samtöl við trúnaðarráð, á trúnaðarmanna námskeiðunum sem við höldum oft í mánuði, þar sem ég hef tækifæri til þess að ræða við fólk og við erum sammála það að stóra markmiðið sem við settum í kjarasamningunum 2024 að reyna að ná hér niður vöxtum og verðbólgu, að það sé ennþá það markmið sem við viljum stefna að og við vitum líka
að þann 1. janúar, eða áramótin, þá koma inn hækkanir. Og ekki bara þá, bara núna í lok ágúst, þá fellur út tímabundin lækkun á bensíngjaldinu, því að það var bara tímasett þangað til lok ágúst. Sem hækka verðbólguna 0,5%. Og það var bent á sko í þinginu, stjórnarandstaðan bent á. En ég held að þau muni framlengja þetta. Jú, en þau geta það ekki án aðkomu þingsins. Mér líður þannig að þau muni framlengja þetta. Já, þetta á að vera útspil. En þá ætlum ég samt, fyrst að þú segir þetta, þá ætlum ég að segja að bæði ég og Vilhjálmur Birgisson höfum sagt að þessir fjármunir sem fóru í þessa aðgerð, þessir milljarðar, að okkar viti hefðu þeir nýst betur í targetarar aðgerðir fyrir verka- og láglaunafólk, fyrir þá sem að raunverulega þurfa hér liðsinni til að komast af frá einum mánuði til þess næsta. En í það minnst að það koma inn núna hækkanir áramótin, þegar samdar, og ég met það sem svo að það sé töluvert mikil áhætta fólkin í því fyrir verka- og láglaunafólk að segja upp samningum til þess að setjast svo aftur við samningsborðið til þess þá að fara að semja mögulega það sem að þegar var samið í kjarasamningunum. En þessi 3 atriði sem ég nefndi hérna, þetta eru þau atriði sem að við höfum lagt áherslu á, sem að við verðum að ná árangur í, og þá ætla ég að nota hér tækifærið og koma þeim skilaboðum áleiðis sem ég hef reyndar líka gert með markvissum hætti. Ég veit auðvitað ekki hvort að nokkur manneskja hlustar á mig og stundum líður mér þegar ég í þessum samtölum við fulltrúa ríkisstjórnarinnar, við fulltrúa samtaka atvinnulífsins og við félaga mína innan hreyfingar vinnandi fólks, hvort meðtaki þetta. Ef að svo fer að Efling fær ekki þessi atriði sem við höfum hér sett efst á okkar lista, þá að sjálfsögðu munum við gera það sem við þurfum til þess að ná árangri, og við erum eins og auðvitað allir vita sem að fylgst hafa með síðustu ár, eina félagið á þessu landi sem er tilbúið til þess að fara til dæmis í aðgerðir. Efling hefur á síðustu árum... Já, og samt kannski flugumferðarstjórum. Ásamt flugumferðarstjórum, ok. Og flugstéttunum. Efling hefur á síðustu árum greitt úr vinnudeilusjóði ríflega miljard, og það sýnir og sannar að við erum tilbúin til að gera það sem þarf. Þú klókið að koma þessu. Ég skal setja þetta í samhengi, það sem þú varst að spyrja um. Verkalýðshreyfingin hefur með ábyrgum hætti metið það svo að það sé betra að sjá aðeins hverju vindur fram. Þannig að ef það voru einhverjir spunalæknar hjá ríkisstjórninni sem voru vonast eftir því að það væri allt orðið vitlaust núna á vinnumarkaði, þá hafa þeir orðið fyrir vonbrigðum. Þeir vonuðu það. Já, en ok, ég ætla samt þá að fá bæta við, og svo skilja við ætlum að fara að tala um eitthvað annað, að við erum ekki... Svo verður að fá að koma stað í þessum þætti. Við erum ekki á þessum stað gagnvart SA og stjórnvöldum vegna þess að við séum að setja þetta í nokkuð samhengi við það sem er að gera. Ég aftengi þetta tvennt. Ég ber ábyrgð á störfum mínum fyrir Eflingu, og allt sem ég geri er ég að gera eftir samtöl og eftir það að meti stöðuna með mínum félögum, ekki út frá þessu máli. Nú líður sólarhringur af þessari baráttu, rétt rúmlega. Þegar við vöknum á sunnudagsmorgnin, morgunin liggur þetta fyrir. Ef Þorgerður fær já, þá fer kerfið þetta á algjörn yfirsnúning, eins og það er reyndar nú þegar komið á og er að vonast til. Ég vek athygli á mjög áhugaverðri fréttaskýringu Andrésar Magnússonar, kollega minn í Mogganum í morgun, það eftir því hverjir að slægjast fyrir tiltekinn þjóðfélagshópa á Íslandi, verður þetta veruleika. Verði niðurstaðan nei. Hvað þýðir það fyrir pólitíkin í landinu? Mér finnst þetta greiðilega áhugavert og ég hef alveg pælt í þessum 2 sviðsmyndum. Já, gerir það verkum að kerfið andar léttar og setur allt á fleygiferð. En stór hluti landsmanna verður brjálaður og þingið verður undirlegt af því að það verður rifist Evrópumálin, því að það verður bent réttilega á að öll athyglin sé á þetta og það sé ekki verið að leysa mál sem Sólveig Anna hefur rakið og margt annað sem þarf sannarlega að gera. Ef að svarið verður nei, að þá situr ríkisstjórnin eftir og mjög löskuð. Og sérstaklega utanríkisráðherrann, sem eins og ég sagði, hefur sett allt á einn reit og talaði eins og það sé algjörlega óhugsandi að það geti gerst. Hún hefur meira segja sagt að það muni hafa mjög slæmar afleiðingar. Alvarlegar afleiðingar. Það er bara ótrúlega ummæli. En hún hefur ekki viljað skýra hverja það afleiðingar geta orðið. Akkurat. Þannig að hótanir. Og þá verður eftir sem áður stór hópur landsmanna vígreifur gagnvart þessari ríkisstjórn. Og þá vek ég athygli á því að þessi ríkisstjórn gerði þetta alveg sjálf
hún setti upp þessa stöðu, hún setti sjálfa sig í þessa stöðu. Það var enginn að biðja þetta? Enginn að biðja þetta og það sem meira að það stutt síðan að framfóru bæjar- og sveitarstjórnarkosningar í landinu þar sem ríkisstjórnarflokkarnir fóru illa út úr því. Þannig að ríkisstjórnin kæmi mjög löskuð út úr þessu ferli og það mjög kurteislega orðað hjá mér. En Kristrún að mælast með mjög gott fylgi miðað við, hún fekk 20,8% ef maður rétt í þingkosningunum. Engin spurning. En hún að mælast nær 30% núna. Engin spurning, en flokkur fólksins horfinn og Viðreisn, það væri hægt að setja fram alvöru spurningar pólitískt erindi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur og pólitískt erindi Viðreisnar. Ef Íslendingar væri búin að segja við viljum ekki tala þessi Evrópumál. Því að Viðreisn var stofnuð Evrópumálin og eins og við höfum séð núna að þá setur Viðreisn Evrópumálin og þetta legacy mál sitt ofar öllu sem skiptir máli að leysa í þessu landi. Sammála. Þetta var sett efst. Það var ekkert mikilvægara. Þorgerður segir að mikilvægi Viðreisnar aukist við neyið á meðan að Hjálmar Vilhjálmsson og fleiri innan játura sjálfhreyfingarinnar segja já þetta tækifæri núna, það verður ekki kosið aftur þetta næstu 30 árin. Munum með þá pakka Viðreisn niður í kassa og taka upp aftur árið 2050 eitthvað eða 60 eitthvað eða munum menn að halda áfram þessum slag? Sko ég meina auðvitað hægt að bollalækja alla hluti. Ég var með þátt í vikunni í Grjótkasti þar sem Dr. Gunnar Pálsson fyrrverandi sendiherra gagnvart Evrópusambandinu. Einn reynslumesti diplómat. Já, ég meina hann fer nú ekki oft í viðtöl og hann sagði Evrópusambandið vill koma Íslandi inn með rauðum hætti til þess að setja pressu á norðmenn. Það gambíturinn. Því að það vantar orkulindir norðmanna þegar verið að skrúa fyrir rússneskt gas og það orkukreppa í Evrópu. Og þarna eru við orðin bara þáttakendur í einhverjum risastórum hráskínaleik. Leiksoppur. Og það alveg greinilegt að utanríkisráðherrann hefur verið í þeim samskiptum við Evrópusambandið að það annað hljóð í Evrópusambandinu. Þau taka undir og taka svona vel í ýmsa hluti. Og hún hefur sjálf talað að hún vilji klára samninginn hratt, bera hann undir þjóðina áður en að verið kosið aftur til þings. Þannig að það stendur mikið til. Já. Þetta verða alveg ábyggilega spennandi tímar sama hvernig fer. Alveg og þingið sem að fer að koma saman, ríkisstjórn sem að fara að kynna að eigin sögn hallalaus fjárlög sem að þýðir þá að það verður mjög mikil hagræðing og niðurskurður í ákveðinni þjónustu og skattahækkanir. Og þið getur bara ímyndað ykkur hvað við þurfum af þessu núna. Og hvernig því verður tekið þegar kjarasamningar eru í uppnámi og svona. Þannig að held ég að það sé framundan eitt mest spennanda haust í pólitík í langan tíma. Já, bara ótrúlega spennandi. En þetta hafi verið hjaðningar, það var mjög stór orð látin falla, menn sakaði lygar, falsfréttir, áróður, það dynja á Morgunblaðinu reyndar eins og síðan 1913, gríðarlegar árásir úr ýmsum áttum. Tekur ekki tíma einhvern veginn að þyrfti ekki að fá einhvers konar svona samfélagslegt keresis sáraróð til þess að... Það er í sáttamiðlun. Já. Kristrún manneskjan til þess að gera það? Er það Halla Tómasdóttir eða hvernig ætla menn að haga því að ná svona að láta ríkið setjast þannig að allir geti komið nokkuð ósárir frá? Það munu augljóslega ekki koma, fólk mun ekki koma allt ósárt frá þessu. Það hafa auðvitað ótrúlega þung orð verið látin falla og ég nú ýmsu vön og ekki barnanna best oft á tíðum. En það sem ég til dæmis hef þurft að sitja undir núna undanfarna vikur og mánuði, það gengur miklu lengra en flest annað sem ég hef þurft að sitja undir á síðustu árum. Þannig að harkan í þessu er meiri heldur en jafnvel þar sem þú verður að taka... Ótrúlega, og fólk sem að maður hefði svona ímyndið sér að væri svona sæmilega dagfarsbrútt og vanta virðingu sinni, er farið að taka undir þegar það er verið að kalla mig, þú veist, alls konar fræðilegum orðum sem ég ætla svo sem ekkert að vera eitthvað að hrella ykkur með hér og mér hefur brugðið svolítið við þetta og mér hefur líka brugðið við það að það er verið að kalla fólk fasista, það er verið að segja að fólk sé að taka af öðrum lýðræðisleg réttindi, að þau sem ætli að segja nei séu einhvern veginn að níðast á æsku þessa lands og svo mætti áfram telja. Og mér hefur brugðið við að sjá þetta, að hér er verið að kjósa það eru tvö svör í boði, það er já eða nei og við sem ætlum að segja nei erum auðvitað
fullu leyti jafn rétthá og þau sem ætla að segja já og við búum sem betur fer í lýðræðisríki, málfrelsis og að frjálsa skoðana skipta og það að reyna að þagga niður í fólki með þessum ömurlegu aðferðum leiðilegt að sjá. En enginn dómar í eigin sök. Finnst þér umræðan harðari úr annar áttin heldur en hinn? Ég ger mér auðvitað fulla grein fyrir því að það báðum megin fólk sem ekki í jafnvægi og einmitt notar það að geta verið á netinu, að mæta ekki manneskju einn persónu til þess að segja ótrúlega hluti. En mér finnst þetta að kalla fólk fasista og að reyna að stilla því upp að þú megir raunverulega annarkvort bara að segja já eða þú eigir að skila auðu, að þú eigir sjálf að afsala þér þínum lýðræðislegu réttindum. Talandi fasisma. Þetta finnst mér komið bara einhvern stað sem að mér finnst bara eitthvað svo brjálæðislegur. Ég held að jáið hafi gengið lengra. Hvernig hægt að halda þessu fram og svo bara eitt í viðbót. Nú ég búin að heyra jáarana halda því fram nokkur sinnum undanfarið að þjóðin sé ekki búin að tala neitt annað í 16 ár. Við sem búin að vera að rífast til 16 ár. Þetta auðvitað bara ekki rétt. Kannski inn í þessari búblu sem þetta fólk býr í fólk ekki búið að rífast neitt annað. En Guð hjálpa okkur, hvað erum við eiginlega búin að vera að tala síðustu 16 ár? Við erum búin að vera að rífast húsnæðismarkaðinn, efnahagsmál og bara allt það sem við tökumst á í pólitík og þjóðlífi. En ég kannast ekki við það og ég mjög pólitísk og rífst mikið við fólk allt mögulegt, sérstaklega pólitík, að Evrópusambandsaðild hafi þar alltaf verið einhvern veginn efst á baui. Það bara einfaldlega ekki rétt. Og það stillir sig þannig að við verðum bara að settla þetta sem þjóð svo við getum haldið áfram með aðra hluti. Þetta finnst mér alveg fráleitur málflutningur og ég held að... Já, eins og atkvæðagreiðslan muni settla þetta mál. Algjörlega, og ég held bara mjög margt fólk sjái í gegnum þetta og hugsa með sér, þetta rangt, það verið að setja fókusin á hluti sem við vildum ekki að yrði settur á, þvert á það sem að Kristrún Frostadóttir lofaði áður en hún var kjörin og tók sér þetta hlutverk sem forsætisráðherra. Þá einmitt var hún mjög málefnaleg og innblásin í því að lýsa því fyrir okkur að það væru flest önnur mál sem að skipta meira máli og þetta yrði ekki sett á dagskrá nema einmitt það væri komin svo stemning í samfélaginu að við vildum það. Rétt. Þorgerður Katrín mætir í viðtali í morgun og þar kveður líka við annað tón. Hún fyrir að tala það að sér hafi borið svo miklar alvarlegar hótanir og annað. Það ein birtingarmynd þess hversu rosalega harkað þetta orðin? Já, eflaust. Og ég sá þetta heyrði þetta viðtal, sko, ég fordæmi allar hótanir. En það nú þannig að allir sem hafa tekið þátt í opinberu umræðu á Íslandi hafa lent í ýmsu. Við þekkjum það bara ágætlega sjálf að hafa þurft stundum sko vernd heima hjá sér þegar mikið gengur á. Þannig að maður fordæmir það að sjálfsögðu. En ég vek þó athygli á því að utanríkisráðherrann kom í Silfri Egils, eða Silfrið eins og það heiti víst núna fyrir aðeins nokkrum dögum. Og sagði hún hefði aldrei á sínum pólitíska ferli fengið jákvæð viðbrögð og fengið svo góð viðbrögð hjá bara fólki hvar sem hún kemi. Þannig að þarna gjörbreyttur tónn og ég veit ekki út af hverju það kannski út af því að skoðanakannanir eru að þróast með miklu óhagfelldari hætti heldur hún gerði ráð fyrir. En að sjálfsögðu hafa margir gengið of langt en það í báðar áttir. Ég vek athygli á því að Ólafur Ragnar hefur fengið sko slíkt fyrir ferðina fyrir að vera að tjá sig þessi efni. Sólveig Anna gott dæmi það. Katrín Jakobsdóttir fer algjörlega núna fyrir lestina fyrir það að voga sér að segja og það hefur meira segja haldið fram að gamla fólkið okkar sem hefur byggt upp þetta land eigi helst ekki að fá að kjósa því að þetta snúi bara að yngra fólkinu og eitthvað svoleiðis. Þú veist, það svo margt sagt. Og stundum finnst mér að margt fólki í þessum ágæta hópi sem hefur svo oft haft rangt fyrir sér í Icesave gagnvart kröfuhöfunum þar sem þau sögðu við verðum að borga annars mun aldrei neitt lán okkur framar og þau hafa oft svo rangt fyrir sér. En þetta þessi mennta elita sem að kannski eins og kemur fram í Mogganum í morgun eigir flott störf erlendis og finnst að svona hinn hluti almennings hafi ekki nægilega mikið vit á þessu. Og eigi að láta þau að segja okkur hvað okkur best. Á morgun það þannig að hvert og eitt okkar kemur með sitt atkvæði, háir og lágir. Það verður áhugavert að sjá hvað kemur upp úr kössunum. Þakka ykkur fyrir ykkar þáttöku í þessu og samtalið. Já. Það auðvitað það sem við tökum með okkur
út úr þessu baráttu. Við verðum eiga samtal um þessa hluti og að geta átt samtal veigamikla hluti og mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Björn Ingi Hrafnsson, Sólveig Jónsdóttir, góða helgi. Takk. Við erum hins vegar ekki hætt í þessum langamikla þætti. Sigríður María Egilsdóttir, lögmaður í New York, hún flutti ræðu á Austurvelli í gær og hún komin hingað til mín í hádegismá og ég ætla að ræða við hann innihald ræðunar. Þetta var ein af þrumuræðum þessar baráttu. Við komum úr ólíkum áttum og við erum ekki sammála allt. En þegar að okkur sótt, þá stöndum við saman framtíð Íslands. Á laugardaginn kjósum við hvort við viljum hefja aðildarferli að Evrópusambandinu. Utan Evrópusambandsins stendur heimurinn okkur opinn. Við þurfum ekki að kaupa okkur inngöngu í samband þar sem reikningurinn 50 milljarðar á ári. Því það gott að vera Íslendingur og það gott að búa á Íslandi. En okkar bíða stór verkefni. Verkefni sem mörg munu sitja á hakanum í aðildarferlinu eins og við erum að upplifa núna. Við börðumst fyrir sjálfstæði, lýðræði og kvenfrelsi og höfum unnið mikla sigra. Hér hefur atvinnuleysi verið lágt og launin hærri. Og okkar forsendum hefur við byggt upp eitt besta velferðarsamfélag í heimi. Og nú göngum við til kosninga hvort það eigi að breyta þessu og fela öðrum að taka ákvarðanir framtíð landsins okkar. Við erum fólk á öllum aldri, þvert á flokka og af öllum stéttum. Og okkur alvara. Á fundum okkar allt land hafa þessi skilaboð endurómað frá þúsundum manna. Við treystum þjóðinni og höfum trú á Íslandi. Trú á að við getum leyst okkar verkefni sjálf. Og haldið áfram að móta okkar eigin framtíð. Á okkar forsendum. Sjálfstæðið ekki til sölu. Kjósum nei. Skrifum söguna sjálf. Áfram Ísland. Komið sæl nýju. Hingað komin Sigríður María Egilsdóttir, fyrrverandi varaþingmaður Viðreisnar og lögmaður í Bandaríkjunum. Hún flutti ræðu á Austurvelli í gær sem að hreyfði við mörgum. Þar kom hún inn á atriði sem kunni að hafa áhrif á það hvernig fólk kýs á morgun í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þess vegna hef ég fengið hana hingað til mín í hádegismála. Velkomin. Takk, Stefán. Þú flutti þarna merkjaða ræðu, tókst ákveðin vinkil á þetta mál sem að hefur kannski ekki heyrst mikið. Áður við förum inn í það, þú hefur allir manni síðustu árin í Stóra Eplinu. Já, heldur betur. Ég flutti út til Bandaríkjanna 2019 til að fara í framhaldsnám í lögfræði. Var þá búin með lögfræðina hérna heima og einu frábæra ári í Stanford og fekk síðan vinnu á bara stóri lögmannsstofu í New York og var þar í langa tíma og hérna ennþá úti í New York, þannig séð, en ég svona eins og margir Íslandingar sem búa erlendis. Ég alltaf með augað á því að koma heim aftur, sko. Og leggur orðið í belg mál sem að þið varða miklu. Já. Rétt aðeins á lögmennskuna. Ég horfði alltaf á Boston Legal og Denny Crane og það félaga. Lífið sem lögmaður í Bandaríkjunum eitthvað á þetta í? Sko, það sem að þættirnir gera rétt og segja rétt frá, það eiginlega bara eitt hlutur og það eru vinnutíminn. Hvað eru langir vinnutímar og hvað fólk vinnur mikið. Annars skaltu bara strippa í burtu allan glamúr og ekki hlusta á neitt sem þeir segja, sem eða taka neinu sem þeir segja sem eitthvað svona lögfræðir ágjöf. Ég myndi ekki treysta á neitt sem þessi þættir segja þar. Nei. En nei, þetta svona, þetta ekki eins mikill glamúr. En þetta mikið vinna. Þeir hafa ekki frétt af vinnutímastyttingunni sem stundu þeir hér í miklu mæli? Nei, þeir hafa svo sannarlega ekki heyrt af henni. Og hvað þá sumarfríjónum sem við Íslendingar erum vön. Eða jólafríjónum heldur. Páskafríjónum. Páskafríjónum, ekki neitt slíkt. Þú varst í Viðreisn. Það flokkur sem stofnaður utan hugmyndina það að Ísland gangi í Evrópusambandið. Nú komið að því að ákveða Ísland á krossgötum. Við þurfum að ákveða hvort að við munum leggja út í þann leiðangur eða ekki. Og þú ert mjög hard orð, eiginlega bæði út í stjórnvöldin en ég leyfi mér að segja hugmyndina líka. Hvað hefur valdið þessum sinnaskiptum? Hvað hefur breyst? Það er margt breyst. Ég gengi Viðreisn 2016, það er 10 ár síðan. Ég var 23 ára gömul, laganemi. En svona heilt yfir þá hef ég alltaf verið alþjóðasinnuð, hort mikið til þess og hugsað að alþjóðasamvinna væri mikilvæg fyrir Ísland. Hvað Evrópusambandi sjálft varðar þá hef ég líka lengi vel verið mjög jákvæð gagnvart Evrópusambandinu og svona mín staða hefur verið svo að ég ekki sérfræðingur Evrópusambandið. Ég áhugasöm Evrópusambandið
Og það svona var ég í raun og veru fyrir eitthvað glöð þegar ég sá að þetta mál yrði sett á dagskrá. Af því ég hlakkaði til að núna yrði tekin umræðan og ég gæti fengið að læra eitthvað Evrópusambandið. Og ég gæti loksins fengið að taka almennilega afstöðu í þessu máli. Þegar að málið er sett á dagskrá, þá hélt ég alveg örugglega að ég myndi kjósa já. Ég var eiginlega alveg sannfærð það. Það er bara í vor. Það er bara, já, jú, það er í vor. Og ég hélt að umræðan yrði þannig að ég myndi sannfærast á það sem ég hélt að væri og yrði mín skoðun, sem er jáið. Það sem að gerðist hins vegar var að umræðan fór fram á allt annan veg heldur en ég gerði ráð fyrir. Á allt annan veg heldur en að ég hef bara mjög sterka trú á að hún hefði átt að fara fram. Og fyrir vikið þá einhvern veginn, ég er svolítið að leggjast í bara mína eigin rannsóknir, kynna mér málin svolítið sjálf og þakka fyrir líka bara mjög efnislega og góða umfjöllun af hálfu ykkar hérna í spursmálum og bara hérna í hádegismálum síðustu mánuði, af því það hefur verið mjög upplýsandi fyrir manneskju sem mig sem langar að fjalla og læra efnislega þessi málefni. En upp úr mínu eigin krafsi kemur að ég er ekki eins hrifin af Evrópusambandinu og ég hélt að ég yrði, ég hélt ég væri. Og að þegar ég ber saman það kerfi sem við Íslendingar búum við í dag, ég ber það saman við það kerfi sem við myndum búa við ef við værum hluti af Evrópusambandinu, að þá er það ekki breyting sem að ég vil ráðast í. Og það er það svona sem ég segi nei að þessu sinni. Förum efnislega ofan í það en áður en að því kemur. Hvað er það sem að í umræðunni sem að hefur farið á annan veg? Hver eru brotalamirnar? Fyrst þú vísar í að við höfum staðið okkur, við þökkum fyrir hrósið og viljum láta skella okkur sem mest. En hvað er það öðru leyti sem hefur farið aflaga? Ég held að það sé, bara ef ég fæ að byrja aðeins á byrjuninni, að mér finnst þessi kosning sem slík vera ólík kannski öðrum kosningum sem við erum vön. Þetta er ekki eins og þingkosningar þar sem að þú ferð og greiðir þínum flokki atkvæði og sá flokkur getur síðan hort á kosningabaráttuna sem eitthvað sigur eða ósigur eftir því hvað fær marga þingmenn eða mörg prósent upp úr kjörkassanum. Þetta er kosning þar sem er verið að ákveða fyrir alla þjóðina. Það er bara já eða nei, ætlum við að fara í þessa vegferð eða ekki. Og þegar að ríkisstjórnin setur þetta mál á dagskrá, þá er hún bæði að spyrja þjóðina, viljið þið fara í þessa vegferð með okkur? En hún er líka að spyrja þjóðina, treystið þið okkur til þess að standa vörð hagsmuni ykkar í þessari vegferð. Af því að hún er að sækjast eftir umboði þjóðarinnar. Hún ætlar að fara með og fara með yfirumsjón fyrir hagsmuni okkar í þessari vegferð. Og þegar að svo stendur, að þá trúi ég því bara mjög heitt og hef sagt við hvern þann sem hefur nefnt að hlusta, og það hafa kannski ekki verið mjög margir, en ég tel að það sé mikilvægasti þátturinn þegar svo ber við að afla sér trausts þjóðarinnar og koma þannig fram sem það sem er kallað á ensku honest broker eða heiðarlegur málsvari. Og það sem það felst í því er að þú ert ekki bara að representa þann hluta þjóðarinnar sem segir já, þú væri þá líka að representa hluta þjóðarinnar sem segir nei. Og til þess að þessi hlutir geti farið fram af einhverju alvöru, þá þarf nei-hliðin líka að geta treyst þér sem málsvara sínum. Og hvernig öðlastu þá þetta traust? Að mínum mati, þá felst það í bara mjög sterkri upplýsingagjöf. Að gera sitt allra besta við að upplýsa þjóðina. Að hún geri sér grein fyrir hvað er þetta kerfi sem við erum að fara að sækja að, sækjum aðild að, hvað felst í því, hver er breytingin, þú veist. Þetta er ólíkt kerfi þess sem við búum við í dag. Og þá finnst mér sem aðilinn sem að setur máli á dagskrá, að þá berðu, ég myndi ekki segja hvað þetta sönnunarbyrðina, en þú berð upplýsingaskyldu gagnvart þjóðinni. Og hafa þau ekki risið undir því að þínum mati? Nei, frekar langt í frá. Og það er kannski þess vegna sem að ræðan var harð orð að miklu leyti. Að mér hefur fundist þessi herferð hafa brugðist þessu hlutverki alveg allverulega. Og þegar þetta byrjaði fyrst,
og við heyrðum fyrst slagorðin að kíkja í pakkan, að já til að sjá, þá gaf ég því séns, sko. Ég hugsaði, ok, sniðug slagorð, þetta að einhverju leyti bara kosningabarátta líka og ég gef þessu séns og svo beið ég og beið og aldrei hófst efnislega umræðan að mínu mati. Þessi stað var bara verið að slá henn á frest, að vera að segja við fólk ekki, segið já núna, við munum tala alla þessa hluti, sko, þegar að samningurinn liggur fyrir. Og við erum ógeðslega forvitin, ekki neita okkur tækifærið til að fá að sjá hvað í pakkanum. En við ætlum samt ekki að ræða það sem sko, alveg víst að verði hluti að veruleika okkar ef við göngum inn í Evrópusambandið. Og sko, aðildarviðræður snúast bara sko, aðildartímann, þau skilyrði sem við þurfum að uppfylla þess að ganga inn í Evrópusambandið. Evrópusambandið sem slíkt miklu stærra batteri heldur en bara það. Þetta risastórt sko, stjórnmálakerfi, stjórnmálabatteri, pólitískt batteri með sko, mismunandi nefndum, stofnunum, dómstól og fleiru sem að býr við bara sínar eigin hefðir og reglur sem að sko, þeim hefði verið í lófa lagið að kynna fyrir fólki og bara reyna að útskýra það fyrir fólki hvernig hlutunir virka, hvernig þessar stofnanir virka og spyrja fólk, þetta betra heldur það sem við erum með í dag? Af því að, og eina ástæðan fyrir því að ég segi að þetta sé sko hlutverk heiðarlegs málsvara og það sé mikilvægt að taka því alvarlega í þessari kosningabaráttu að ef það bara horft á þessa kosningabaráttu út frá því sjónum að þú viljið bara vinna, þú viljið bara vinna þessa kosningabaráttu og svo viljið bara vinna næstu kosningabaráttu, að þá þér kannski vissulega búið að takast það sko mikrodósa leið þjóðarinnar inn í ESB. En ef að þjóðin síðan komin út á hinni hliðinni og komin inn í ESB og vaknar allt í einu upp við sko það sem henni finnst bara að vera vondur draumur, kerfið búið að breytast í kringum fólk. Og fólk segir, ég vissi ekki að þessa breytinga myndi eiga sér stað. Akkur eru hlutirnir orðnir svona? Þeir voru öðruvísi, akkur er þetta búið að breytast? Þá ekki búið að kynna þetta fyrir fólki. Þá vaknar fólk upp við vondan draum, að koma inn í Evrópusambandið og það engin góð leið tilbaka ef fólk hættir við þá. Þess vegna þetta stór ákvörðun í dag. Þetta stór ákvörðun næst líka ef jáið verður yfir núna. En hlutverk stjórnvalda breytist ekki á öllu þessu tímabili. En þá stjórnvöldin, eftir því sem þú segir, að skáka í skjóli upplýsingarleysis, að þau vilji fá umboð óútfylltan tékka, svo ég vitni til gamals orðalags úr íslensku bankakerfi? Sko, ég vil ekki fara að leggjast í ykkur alvarlegar ásakanir gagnvart stjórnvöldum tilætlanir þeirra eða reyna að saka þau eitthvað undirferli sem slíkt. En ég held að ég geti svona frekar auðveldlega sagt að mér finnst þau hafa mist sjónar á hlutverki sínu í þessari kosningabaráttu. Ég held að fókusin hafi færst of mikið á það bara að reyna að vinna kosningarnar og að þau hafa mist sjónar á þessu hlutverki sínu sem sko heiðarlegu málsvari þjóðarinnar allrar og hafi mist sjónar á upplýsingaskyldu sinni gagnvart þjóðinni. Það alveg ljóst að í mínum huga eftir að hafa kynnt mér máli betur og fleira að það gagnast baráttunni ef að markmiðið bara að sigra kosningabaráttuna að þá þetta kannski ekkert vittlausasta leiðin til þess. En fyrir mér, fyrir mörgum öðrum sem ég hef talað við og fólki í mínum kreðsum, þá finnst þeim þetta ofsalega pirrandi. Og það mikið af fólki sem jásinnað, það fólk sem ætlar jafnvel að kjósa já á laugardaginn, en það kvartar samt allt saman yfir sama hlutnum. Og þetta fólk sem óánægt með þessa kosningabaráttu af þessari ástæðu. Þú nefndir forvitnina og upplýsingarnar. Ertu þá að segja að þau séu sannlega forvitin en ekki nægilega forvitin til þess að grafa upp þessar upplýsingar sem að þó liggja fyrir og blasir við að verður ekki breytt í neinum samningum? Ég held að það sé, sko, ég sagði því ræðin í gær að þetta væri svona undarleg samblanda einhver kokteil af frestunaráráttu sem mjög íslenskur eiginleiki, ég þjáist sjálfa af. Þetta samblanda af þessari frestunaráráttu en líka forvitni.
Og samspil þessa náttúrulega að þú segist vera forvitin og þú vilt hafa allar upplýsingarnar fyrir framan þig. Og ég get alveg, sko, ég get skilið það. Ég hef alveg verið á þeirri afstöðu sjálf áður. Mótsagnarkenndi þátturinn náttúrulega sá að það fullt af upplýsingum sem að liggja fyrir í dag. Þú þarft bara að fara út og afla þeirra. En þið eruð aðilinn sem átt að fara út og vinna þessa vinnu. Ég held að þú viti það alveg sjálfur. Þið eru búin að vera að birta núna bara mjög góð myndbönd sem að útskýra hvernig mismunandi stofnanir Evrópusambandsins virka. Það ekkert grín að fara út og reyna að kafa ofan í hvernig Evrópusambandið virkar. Það eru bara endalaust af einhverjum skrifum, endalaust af einhverjum lagabálkum, reglum og fleira. Og þegar þú ferð fyrst inn í þessa vinnu, þá þarf það að kafa ofan í þetta og það getur verið hundleiðilegt, tekur langan tíma og þetta mikil vinna. En það sem þú þarft síðan að koma upp úr kafinu með leið til þess að útskýra þetta fyrir fólki á mannamáli. Ekki á rangan hátt eða á eitthvað hlutræðan máta, en bara á mannamáli. En það líka það sem að einkennir fólk sem sérstaklega gott í því sem það gerir. Og eru algjöru sérfræðingar. Það fólki sem getur tekið mjög flókin konsept, flóknar hluti, en útskýrt á einfaldan máta svo fólk skilji það án þess þó að draga úr upplýsingunum sem slíkum. Skilurðu mig? Hvað það helst? Ég veit að þú hefur kynnt þetta og þú fórst ofan í það í ræðunni. Hvað það helst sem að þú eitthvað varnagla við varðandi Evrópusamband ef að við myndum fara þar inn? Það kannski helst tvennt. Nú ég lögmaður og ég hef þess vegna mikinn áhuga á því kerfi öllu saman, hvernig það allt saman virkar og hvernig það starfsumhverfi myndi líta út á Íslandi. Það stór breyting þar á. Eins og staðan í dag, þá Hæstiréttur okkar æðsti dómstóll og hefur loka orðið. Ef við gengjum inn í Evrópusambandið, þá það Evrópudómstóllinn sem hefði loka orðið í málefnum sem að snerta Evrópusambandið. Og ef við skoðum söguna síðastliðin ár, þá fer það svið stækkandi. Evrópudómstóllinn líka mjög ólíkur þeim dómstólum sem við þekkjum á Íslandi í dag. Vinnutungumálið franska. Hann skoðar málum fyrir luktum dyrum, hann birtir ekki nöfn dómara, það ekki sératkvæði. Og þetta allt hlutir sem að, þegar ég hugsa þennan dómstól, ekki það þessi slæmur dómstól út af fyrir sig, en mér persónulega hugnast það kerfi verr heldur en það sem við höfum í dag. Og það ekki lagahefð sem að ég kann sérstaklega meta. Annað atriði bara í raun og veru kerfið sjálft, þetta svona pólitíska kerfi allt saman. Og það yrði þarna stór breytinga og við værum að færa stjórnmálin mun fjær okkur heldur en við búum við í dag. Alveg bara mun fjær okkur. Og þarna kemur kannski inn að ég flutti erlendis. Þetta hefur kannski haft einhver áhrif á mig. Nú ég búin að búa í landi þar sem að embættismenn, stjórnkerfið, allt saman mér fjarri mér, þó ég búi þar. Ég bara maur í maurabúi þegar ég kem inn og fer inn á okkur á stofnanir eða að biðja aðstoð einhvers staðar, þú veist. Ég hef aldrei hugsað í Bandaríkjunum, þetta betra heldur en nálægðin á Íslandi. Aldrei? Ég hef alltaf saknað nálægðarinnar á Íslandi. Ég hef aldrei komið til Íslands og hugsað, ég vildi að stjórnkerfið sæi mig minna, sæi mig minna sem manneskju, eða bara sem einhverja tölu og blaði. Ópersónulegra. Já, ég hef aldrei óskað þess að íslenska kerfið væri ópersónulegra. En það líka hluti af því sem myndi gerast. Stjórnmáli myndi færast meira til Brussel, hagsmunagæslan okkar myndi færast meira til Brussel, fjær fólkin okkar. Og þú veist, það til fólk fullt af fólki sem hugsa kannski, já, það kannski bara betra. Kannski það heilbrigðara, whatever. Þú veist, get ekki sagt til það. Það verður að fá að eiga þá skoðun. En fyrir mig persónulega, þá það galli. Og það hefur áhrif á það hvort ég vilja ganga inn í Evrópusambandið eða ekki. En ég held að fólk þurfi að fá að vita þessa hluti. Við þurfum að ná að ræða þessa hluti á þennan hátt líka, svo fólk geti fengið að gera upp hugsin hvað þessa hluti varðar. Ég held að það mun verra ef við erum síðan komin allt inn á leiðarenda, við erum annarkvort búin að eyða mörgum árum af tíma og orku stjórnkerfisins á Íslandi
í samningaviðræður eða þá enn verra við sem komin inn í Evrópusambandið og það sé þá sem að þjóðin átti sig á að þetta eru breytingar sem við vildum aldrei og þetta sé ekki þess verði. Síðan annað líka í þessu, við má bara halda áfram að ranta svolítið, sorry, þú stoppum mig bara en það er einn þáttur umræðunar sem ég saknaði mjög. Að því að ég sá þetta fyrir mér, þá myndi umræðan eiga sér stað og myndum eiga svona þessa efnislegu umræðu þar sem að stofnunarnar var útskýrðar fyrir okkur, hvernig kerfi virkaði, bera þetta saman við Ísland. En þetta er svolítið svona páfagaukalærdómsútgáfan af Evrópusambandinu. Þetta er svolítið svona Evrópusambandið eins og það á að vera teknilega séð út á við, eins og það vill gefa sig út á að vera. Það sem ég hlakkaði sérstaklega til í umræðinni var umræðan hvernig hlutirnir raunverulega virka innan Evrópusambandsins. Svona þetta svona political intrigue dæmi, skilur við. Hvernig kaupin gerast á eyrinni. Nákvæmlega, þú veist, og ég held að það sé alveg mikilvægt fyrir okkur að vita. Þú veist, sem lögfræðingur, ég veit að það hefur verið talað núna Breta í tengslum við þessa kosningabaráttu og verið að líka kosningabaráttunni við Brexit og eitthvað sem ég er ekki sammála. En sko, Bretar eru mjög áhugaverðir því leytum til. Það sem mig langar að vita er hvað áhrif hefur það haft á Evrópusambandið, á pólitíkina, á umræðuna, á lagahefðina innan Evrópusambandsins að rödd Breta sé nú þögnuð. Skilur. Evrópusambandið er með nokkra máttarstólpa, nokkra þjóðir sem eru stærstu þjóðarnar hann inni. Bretar voru einn þeirra. Og álitnir mjög lengi vel sem ákveði mótvægi við Frakka og Þjóðverja sem að nú er horfið á braut. Nákvæmlega. Þetta var umræða sem ég hlakkaði til að eiga. Af því þetta er líka kerfið sem við varum að ganga inn í. Þetta væri umhverfið sem við varum að fara að senda, sko, ef við gengjum inn í Evrópusambandið. Þetta væri umhverfið sem við varum að fara að senda okkar Evrópuþingmenn inn á. Þú veist, að láta þá taka þátt í þessu. Og þá væri betra fyrir bæði þá þingmenn og þjóðuna alla að skilja í hvað umhverfið þeir varu að fara að vinna. Já. En auðvitað líka bara mikilvægt fyrir fólk að geta tekið ákvörðun er þetta kerfið sem við viljum vera hluti af eða ekki? Og svarið mitt var á endanum eftir bara mikil sjálfskoðun og umhugsun. Nei, það er það ekki. Ég vil hafa hlutana frekar eins og þeir eru. Finnst þér betri þannig? Á sama tíma segir í ræðunni í gær að ríkisstjórnin þurfi ekki að kíkja í pakka, hún þurfi að kíkja í spegil. Hvað ertu að vísa í þar? Þetta er ekki bara eitthvað mælskubragð, ég lofa. Þótt að hafa verið ágætur catchphrase og ég klappaði mér alveg á bakið þegar ég skrifaði þetta. Sko, það kemur í ljós í svarinu, hvort að það hafi verið það eða ekki. Já, nei, sko, og þetta kemur svolítið inn á að því að ræðan er að miklu leyti gagnrýni á kosningabaráttuna, sem slíka þessa herferð í raun og veru sem hefur verið háð. Og eiginlega stærsti hluti herferðarinnar sem ég hef tekið eftir, að minnsta kosti af hálfu já-hliðarinnar og hreyfingarinnar og ríkisstjórnarinnar, hefur verið umtal efnahagsmálin. Hvað geti breyst á Íslandi efnahagslega séð ef við göngum inn í Evrópusambandið. Við upptöku evru, þá geta vextir lækkað og fleira, matarverð lækkað og fleira slíkt. Öll þessi málefni sem er verið að fjalla núna og einblína á í kosningabaráttunni áframhaldandi Evrópusambandsviðræður eru málefni sem að ríkisstjórnin og sérstaklega kannski Samfylkingin keyrðu á í síðustu kosningum og sögðust alltaf að gera á þessu kjörtímabili. En núna erum við allt í einu komin á þann stað að hreyfingin og ríkisstjórnin þar á bakvið er byrjuð að horfa á Evrópusambandið sem lausnu þessum vandamálum. Það sé planið. Það verðist einhvern veginn, núna verðist það vera orðið gott plan að gera þessa hluti. Samfylkingin var ekki á þessum stað fyrir kosningar. Kristún var það ekki og hefur ekki verið síðustu ár. En núna verðist þetta orðin einhver talpunktur og ég kann illa við að ríkisstjórn sem er ekki búin að ná tökum á þessum málum og hefur verið gert hluti sem hafa bara gert ástandið verra, að hún sé núna að leita lausna utanfrá og í raun og veru finnst mér vera að því að við þurfum utan að koma til aðstoð, við getum ekki gert þetta sjálf. En þið buðuð ykkur fram á þeim forsendum að þið gætu gert þetta og þið ætluðu að gera þetta og núna erum við komin hingað
og hvað? Nú þurfum við að ganga í Evrópusambandið til þess að gera þetta. Ég bara kaupi þetta ekki, því miður. Þess vegna segi ég að þau að byrja að líta í spegil. Þau að reyna fyrst og helst að gera hlutina sem að sko, þau vita að þurfa að gera, en eru kannski ekki endilega vinsælustu ákvarðanirnar í mómentinu, skammtímalega séð, þá er þetta kannski ekki vinsælustu ákvarðanirnar. Þetta eru hlutir sem þarf að gera ef þau ætla að ná þessum markmiðum. Og mér finnst að þessu leytum til. Ég segi líka í ræðunni sko, að þau hefur gefist upp á verkefninu og þetta er lítið uppið að því í raun og veru og ástæðan fyrir því að ég segi það. En mér finnst einhvern veginn líka að sko, þau þurfa að byrja heima og ekki bara að leita að einhverju lausnum innan Evrópusambandsins þar sem að þau vita að við þurfum að uppfylla Maastricht-skilyrðin og svo svarið þeirra við því og þegar við segjum, ok, býtu, en af hverju gerum við það þá ekki bara sjálf? Þá segir já, en þá fáum við hjálp frá Evrópu við að uppfylla Maastricht-skilyrðin. Þannig að það sem ég heyri þegar við segja þetta er, ok, þannig að stjórnmálamennir okkar telja sig þurfa að hafa einhvern vondakall í Evrópu til að skipa sér fyrir einhverjar ákvarðanir sem þau vita verði óvinsælar, að þeim finnst þau þurfa að geta bent á einhvern annan og geta sagt varpað ábyrgðinni á einhverja stofnun í Evrópu sem er að hjálpa okkur að ná okkur skilyrðum, ekki horfa á mig. Þetta er það sem að stofnunin segir að við verðum að gera þess að ná Maastricht-skilyrðunum. Í stað þess að rísa undir því sjálf? Já, mér finnst það bara frekar ódýrt. Þess vegna kalla ég eftir bara, ég held að margir gerir það, bara dugmeiri stjórnmálum, skilurðu. Ég meina, stjórnmálumenn mega líka bara fara fram af aðeins meiri krafti og aðeins meiri dug. Og auðvitað er þetta, svona symbiotic relationship, þetta er eitthvað svona lífkerfi þar sem að stjórnmálumenn gera svolítið það sem að kjósendur biðja þá að gera, eða og kjósendur kjósa ákveðna stjórnmálumenn. Og þess vegna er þetta ákveðið samspil að ef við viljum fá betri stjórnmálumenn sem að gera hlutina og eru með langtíma lausnir, þá verðum við líka geta fyrirgefið þeim sko, óvinsælar ákvarðanir til skamms tíma. En ég held að þjóðin sé tilbúin í það. Mér heyrist það á þjóðinni. Við erum farin að tala þannig þessi mál að nú geti stjórnmálumenn svolítið farið að hysja upp sér brækurnar og farið að vera þeir stjórnmálumenn sem við verðum að kalla eftir. Það kemur mögulega fljótlega í ljós hvort að við fáum tækifæri til þess innan tíðar eða hvort að við býðum til 2028 með það. Já. Sigríður María Egilsdóttir, þakka kærlega fyrir að koma hér á vettvang spursmála með skömmu fyrirvara. Takk fyrir boðið. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þennan daginn. Stóri dagurinn rennur upp á morgun það bil 17 klukkustundir þar til að kjörstaðir opna og flestir Íslendingar með leyfi til þess munu skunda á kjörstað fyrir utan þá sem að greitt hafa atkvæði nú þegar í utankjörfundar atkvæðagreiðslunni. Við munum eiga við ykkur orðastað þegar niðurstaðan leikur fyrir, auðvitað á vettvangi spursmála á síðum Morgunblaðsins og á mbl.is þar sem þið getið fylgst með framvindum mála á morgun og á sunnudaginn. Verið sæl.